segja, sko, ég var að keyringa á leiðinu og var einmitt að hugsa ég alveg með svona, að ég mikill hip-hop aðdóðandi og var það, sérstaklega sem unglingur, ég var náttúrulega orðin það gamall að ég, það var að vera plötur og geisladiskar. Já. Ég held ég átt 400-500 geisladiskar, sko. Fór alltaf í þrumuna og ég meira að segja náða að kaupa nokkra, sko, eins og fyrstu Wu-Tang-plötuna og svona, ég náða að kaupa áður en voru komin aukalög á hana og svona. Já, geðveitt. Og gaman, en ég var að segja, sko, því þú varst að tala fyrstu minningarna þínar af mér í sjónvarpi, komum inn á það eftir, en ég svona mitt fór að skoða þér svolítið almennilega í gegnum frenda minn, sko. Já. Því hann heldur svo mikið upp á þig, litli frendi minn, og hann, þá fyrir ég að skoða það sem þú ert að gera og bara líka tónlista myndböndið þín og svona, að því ég hafði svolítið ég hafði skoðað Rottweiler, sko, en svo er ég ekkert búin að vera það mikið inn í þessari senu, ég í raun og veru, það ekkert fyrr en bara síðan ég sé þig sem ég fyrir áttam á því hvað mikil gróska í þessari senu á Íslandi, sko. Það er sko 20 ára millibila. Ég veit það, ég er orðin svo gamall. 20 ár. Rottweiler reyndar, sko, eru búin að vera lengi. Já, og ég man ekki hvernig að gáð út síðast, alltaf sé ekki svona 3 ára eða eitthvað, síðan þeir voru að gefa út eitthvað efni. Ég fer náttúrulega inn í þetta að stórun hlutu til út af þeim, var svona aðeins byrjar að pæla í rappi, og ég byrja sko að pæla í rappi 99, og 99, hverjir eru þá svona? Sko, ég hef sagt þetta svo oft, en það er basically sko, pabbi átti stúdíó, með nokkur mönnum og þar voru rapparar að taka upp sem að var svona þetta var afsprengi af hljómsveit sem hét Subterranean, íslensk band sem var hana, ég man ekki eins og hvað ég veit ekki hvað ára það var því ég var ekki á þenn tíma. Ég man eftir enn út að Robby Kronik var alltaf með þátt og þar talaði mikið Subterranean, sko. Já, og þetta er einhvern tímann á bilinu 97 til 9, þetta er örugglega 99 sem þá er ég 10 ára og þá er ég að spá mikið í þeim, þau eru rappa ensku, síðan kemur Rottweiler sko 2000 vinnaðir músiktilunir, minnum við 2001 og þá fer maður inn í þetta svona, já ok, það er hægt að gera þetta á íslensku og fer þá að gera þetta, sko. Þeir voru svo frumkvölar í því að láta ungt fólk átta sig á því að það væri hægt að gera þetta á íslensku. Alveg 100% og frumkvölar og voru líka bara ógeðslega cool, þetta var og sérstaklega fyrir eins og ég held að ég sé engin undantekning af strák sem að var alveg strákur, skilur bara fílaði læti og smá svona hvað maður segja fokkjuputtin og yfirvöld og eitthvað svona, en vissi ekkert alveg út af hverju það var og þegar ég segi yfirvöld þá er ég líka að tala bara, foreldra og kennara og annað, sko, það var smá svona þau voru svona rebels, skilur þú segir mér ekkert hvernig ég á að vera, ég ætla að móta mína æsku og framtíð, sko þannig að ég leit upp til þeirra og mér fannst þeir mjög cool og fór að gera þetta sjálfur og ég fer svo fljótt að spila og þú veist, og ég er svo fljótur að koma mér í fyrsta sinn í fjölmiðla sem að ég held svona eftir að ekki hafi hluti til verið mistök. Hvað varstu gamall? Ætli ég hef ekki verið bara þetta var enginn að spá í en ætli ég hef ekki verið, þú veist, 12 ára í fyrsta sinn sem að nafnið mitt birtist MC Gauti í blaði. Þá var að skrifa M og C, núna skrifa ég EMM SJD, bara, það var eitthvað svona listamanns ákvörðun at some point. Þannig að, og ég byrja strax og internet náttúrulega komið og maður er inn á eitthvað svona hugi.is og hiphop.is og rock.is að rífa kjaft og setja inn eitthvað lög og ég er basically sko að taka út þroska fyrir framan fólk sem að og ég held að það hafi verið margir og örugglega ennþá kannski, ég held að sé eiginlega farið alveg í dag en á tímabili þurfti ég að afsanna mig sem litli gaurinn ég skil af því að ég var búinn að koma fram 12 ára, síðan er ég alltaf náttúrulega tvítur en það er svona margir sem eru ennþá með ímyndin af þessum litla gaur sem var að skrifa þessar hræðilegu hluti á interneti, sko og maður þurfti svona smá hreinsa upp. En þetta er frábær punktur vegna þess að ég kynntist ég held að kannski íktast að dæmi þetta séu stelpunar í nælon. Ég kynntist þeim þegar ég var út í Kaliforníu og
þá áttaði ég mig á því ég var með einhverja svona óljósa hugmynd af þeim sem nælon þegar þær voru reality TV á Ísland og þær mitt sögum mér Sölvi, við vorum sko 18-19 og lífið okkar var í beinni 18-19 myndið þú vilja að fólk myndi sjá þig sem 18 ára Sölva ennþá? Nei, ég bara tengi við þetta líka sko, eins og með nælon sko, hef svona lítilega dílað við eins og Steinunni gegnum eitthvað svona umbóðsmennsku og maður þurfti svona að rífa burtu í þetta fáránlegt og að maður leifi auðvitað og maður leifi sér samt að hugsa svona fólk og leifi sér að dæma fólk út frá einhverju dæmi og út frá einhverju alveg eins og við ætlum að þegar ég mætti hérna áður við byrjum að rekorda og ég kallaði Kastljós Jocko sko, ég sagði basically Sölvi hefur ekki alltaf verið spiritual, hann var eins og Kastljós Jocko og sem er rétt nema ég var ekki í Kastljósinu. Nei, þú varst í, hvað heitir Ísland í dag. Já, Ísland í dag en þú varst í fleiri þættir, það var fullt af svo var ég með spjallið á Skjá 1 og Málið Málið örugglega sá þáttur sem ég er að vísa í sko. Það sá þáttur náði svolítið traksjónu hjá yngra fólki og en áhrif á móti fjölmiðla er bara mikill ég er enn að hlæja því ég með sjálf á mig að það er enn að koma til mér fólk sem kannski ekki núna því ég er búin að gefa út bók og vera að halda fyrirlestur og nú er ég byrjað með þetta en það er mjög stutt síðan að ég hef verið approachaður af fólki ég held að sletta. Vissir þú að ég nefni því einu lagi? Býtu nú við, hvaða lag er það? Ég man það ekki, en ég veit ég nefni því einu lagi ég segi Rap Game Sölvi Tryggva og þetta var á þeim tíma þar sem það kom einhver frétt af þér þar sem þú varst að safna skóm og þetta er mjög stúpid myndlíking en þarna var ég veit ekki hvort þú deilum því áhugamáli enn þann dag í dag en og ég er svona það sem ég kalla skóperri sko og sem ég er að reyna að rífa þetta áhugamál bara frá mér sko það er bara ekki að nota bennið út í svaðalegum skóm hvað er fyrir nei og þetta ég setti þetta í lag og stundum finnst mér líka gaman að skrifa bara eitthvað inn í lög sem að svona nefna nöfn eða veitingastaði eða eitthvað svona bara til að fá tíðarandan og þetta sem dæmi sko, mér finnst líka það er gaman ofta að gera tónlistavídeó og ná einhverju svona scenario í borginni sem að er verið að breyta eins og við tókum upp Reykjavík-vídeói þarna hjá Bæjarins Bestu og það er rétt að það breyttu öllu Hafnartorginu sko og þetta eru svona þetta eru svona heimildir sem er að segja sko en já eins og þessi lína ég held að enginn hafi skilið hvað ég var að meina hvað varst að meina? Bara við erum báðar saman skóm Gekka en mér finnst ég held við séum komnir inn í smá umræða núna sem við verðum að taka smá tími því áhrif á móti fjölmiðli er svo mikill og bara þetta sem þú segir núna þú varst að safna skóm, ég var ekkert að safna skóm ég var eitthvað tíðan að fara yfir skóna mína og ég var svona eitthvað, veist, á okkur kvöldi sem bara lítið að gera og var eitthvað að pússa og eitthvað dót skilur og tók þú allar saman og áttaði maður hvað hefur verið margir smelli mynd og setja henni á Facebook bara man ekki hvað ég skrifaði yfir eitthvað bara skemmtilegt kvöld á Sölvastöðum eða eitthvað svo hringt í mig frá Fréttablaðinu daginn eftir herðu það áhugaverð skómyndin og áður en ég veit af þá komið fréttum að ég er meir en 50 skópur og það var tilvísun í hann á forsíðunni ég ætlaði aldrei að vera eitthvað að gefa mig út fyrir gæja sem er að safna skóm en ok, svona gerist það og síðan einmitt eins og núna svo ég kláraði það sem ég er að segja á hann ég er nánast enn stoppaðar af fólki sem heldur í sig fullri vinnu við að kenna hugleiðslu staðan var svo að ég það er stofnað jógastúdíó vestur í bæ sem heitir Sólir og ég fengi til að leiða þar hugleiðslutíma einu sinni í viku og í opnunarpartíði mæti séð og heyrt það er tekið mynd, ég er settur á forsíðuna og það stendur Sölvi kennir hugleiðslu og þetta bara svona veldur ég þar ákveðin ímynda mér bara í mörg ár út frá þessu, þetta er svo áhugavert Þetta er áhugavert og hvernig ég er búin að standa mér svo ofta þegar ég hef verið að taka viðtölu fólk að fólk sem sest á móti fyrir ég með einhverja allt aðra hugmynd það bara út af því að ég hafði séð einhverja fyrirsagnir í fjölmiðlum sko. Já, en það er líka svo hættulegt að mynda sér skoðanir á því hvernig einhver er út frá einhverju sko og ég meina maður lendir oft í þessu það hafi verið skrifað fréttir mig upp úr tweetum sem dæmi og það var svona sat einu svona í mér ég skrif það var mál þar sem að
það var strák sem maður sem heitir Bamar Gera sem var í hann að Jackass genginu. Alveg rétt. Hann hendi í slagsmálum og Secret Solstice. Já, ég manni fyrir þessu. Hann var búinn að vera áreita starfsfólk og eitthvað bla bla. Hann kýldur og ég tweetaði bara alveg hugsunlaust suma menn þarf bara að kýla. Manni eftir þessu. Og ég ennþá samanlega, sko, án þess að vera, ég ekki stuðningsmaður þess að fólk sé að kýla hvort annað, en þú veist, ég hendis út, suma menn það bara kýla. Og ég fekk, sko, bara haturspósta frá fólki, bara að ég væri ofbeldismadur, ég væri styðjað við ofbeldi, fyrirsögnum að dregin upp sem eitthvað svona MC Gauti styður ofbeldi eða það var tekið alveg samingi sko, eða hvort að fyrirsögnin hefði bara verið suma menn þarf að kýla eins og ég hefði hringt í blaðið og beðið á þeim að segja þetta og fekk mjög neikvæða athygli út af eitthvað sem ég sagði, þetta var svo pínlítið tweet og þarna var alls konar fólk og fólk var að senda mér ljót skilaboð bara þú ert ógeð skilur og þá var ég lendi í andlegu ofbeldi út frá einhverju sem að ég stendi ekki svona alveg bakvið sko. Þannig að ég hef svona í seinni tíð reynd að passa með þess hvað ég set á netið en í leiðinni langar mér samt líka ekki að láta ritskoða mig. Það nefnilega stóra hættan sko, að við förum að ritskoða okkur. Já, og passa okkur að segja ekki eitthvað og Það var eitt sem að þú gerði líka varandi Reykjavíkudæturnar. Já. Þú lítur að hafa fengið alls konar leiðileg skilabót af því. En þá 6 árum seinna. Eða ekki? 6 árum seinna. Hvað var svona agalegt við það sem þú sagðir? Sko út af því að... Ef ég tek skref aftur og bak. Þú ert ekki endilega ráðast á, þú veist að við tökum myndlíkingu úr íþróttum. Þú ert að fara í boltan en ekki mannin, sko. Þú ert í raun og vera að segja sem alveg, kannski má segja að það sé eitthvað rámt hjá þér, að þú ert að segja að tónlistin sé ekki nógu góð, en þú ert ekki að ráðast á þær. Já. Við getum, ef við tökum þetta bara fyrir núna, allt sem ég sagði þarna og tökum þetta í tímasamhengi myndi ég og meina ég og ætla ekki að taka þetta tilbaka því það eitthvað sem að mér bara fannst og ég ætla ekki að fara að ljúga því einu sinni að mér hafi fundist eitthvað annað til að færa einhverja ímynd það sem að ég kannski er búin að læra í gegnum tíðina er að ég þarf ekki að hafa skoðanir á öllu og það sem ég hef líka lært í gegnum tíðina sem ég er ennþá að reyna að læra bara að kenna sjálfum mér frá degi til dags er að ég þarf að leyfa fólki að vera til án þess að ég þurfi að rakka það niður og það er endalaust að liði sem gerir eitthvað sem mér finnst ekki gott það er fullt að liði sem gengur í fötum sem mér finnst ekki flott en af hverju að fara af hverju að kommenta á það skilur en ég sko í þessu samhengi líka þá voru þær búin að vera mikið í fjölmiðlum og þær voru alltaf að kvart yfir í sko að þær fengju ekki að vera með í karllægri senu en ég var búin að vera í þessari senu í 10 ára en ég fekk að vera með sko. Og það stuðaði mig að það var hent upp einhvers konar kynjastempil á það af hverju eitthvað var í gangi og þú veist, núna eru þær að gera bara ágætis hluti, ég skil ekki alveg af hverju það er alltaf verið að draga upp þetta tweet að því þú veist, þær eru að lifa draum sem ég vildi óska þess að ég var að lifa sem eru að spila í útlöndum og veist, spila sjó, bara spila á hróaskildu, spila festival í Austur-Evrópu og eitthvað svona gaman, bla 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 og það er alltaf að fókusa á að íslensku markaður sé ekki að meðtaka þær en veist, mér finnst það eiginlega bara að vera above it, skilur það er að gera netta hluti og þetta er svolítið kannski eins og mín skoðun þarna það sem ég get skilið af hverju það stuðar þær er að ég er einhvers konar og þetta er reyndar sko áður en að ég verð svona sjúklega vinsæll sko að er að kannski einhver fyrirmynd í bransa sem að þær eru að reyna fyrir sér í drullar yfir þess og ég held að það gæti verið svona smá eins og ég veit það ekki eins og núna er ég eitthvað að reyna að stunda líkamsrækt og þetta er bara eins og ég veit það ekki bara Magnús Gefing myndi koma og segja bara herri þú ert bara drullu lélegur í þessu þú getur ekki tekið arbeið óháði veistu hvað það er þannig að þetta er svona þetta er kannski óþarfa komment og ég tók mér þess að ég viðtalenda en ég vil biðja fólk afsökunar ef ég hef brotið á því einhvern tímann og megin punkturinn með hlutum er ekki særa fólk mér finnst og ég meiri segja sko
sem við getum komið inn á eftir svona varðandi andlega heilsu og svona, þá ég að reyna að taka alltaf neikvæða sem að ég hef gert í gegnum tíðina eða bara ef ég hef verið í einhvers konar pínu bífu við fólk eða eitthvað, ég að reyna að sletta úr því af því að það svo miklu betra að vera í góðu. Já, bara mjög góð regla. Og síðan verður fólk, ég líka fullt af fólki sem fílar mig ekki og fílar ekki músíkina, finnst astnalegi hlutir sem að ég að gera en það þýðir ekkert að fólk þá gerð þú bara þitt, skilur. En erum við ekki komnir í rosalega lykilpunkt þarna, ég var að ræða þetta mitt við Ólafdara einn daginn, sem þetta einhvern veginn að læra að hlusta og setja sig í spor hins aðeins, sem eins og til dæmis þetta sem við erum að tala um þarna, allt sem þú ert að segja kannski rétt, en ef þú setur í spor þeirra, ok, þú veist, og þetta kannski eins og ef ég væri að setja út eitthvað opinberlega einhvern sem nýbyrjaður í fréttum eða sjónvarpi. Það svolítið svona, það væri rangt að mér að gera það, jafnvel þó viðkomandi sé ekki að standa sig eitthvað svakalega vel, jafnvel þó allt sem ég segði væri rétt. Leðu ég set mér í spór hins aðilans, þá sé ég, ok, ég skil alveg hvernig þetta geti stuðað þennan einstakling mjög mikið, jafnvel þó allt sem að segja sér satt. Já, og síðan líka bara, þú veist, fólk finnur sína leiðir og einhvers staðar byrja maður og og ef við ætlum alltaf að fara að drullu við fólk í byrjunarferlinu þá verður aldrei neitt úr neinum. Það svoleiðis. Og síðan annað þó að þú sért búin að gera eitthvað í x langan tíma þýðir ekki að þú sért að gera það rétt. Það er hárrétt. Þannig að ég held að meginpunkturinn í þessu og varðandi þetta mál að því þetta var tekið fyrir í New York Times daginn það sem þær voru að ræða, þetta var forsíðunum að þær að ræða þetta mál og þær vilja meina það að þegar ég hafi opnað þetta tweet þá hafi það opnað einhvers svona flóðgátt á að fólki hafi fundist verið lægi að drull yfir þar en ég er ekki það er ekki rétt. Ég er ekki til í að taka ég er til í að taka ábyrgð á mínum orðum ég er ekki til í að taka ábyrgð á og ég ætla ekki að segja heilu þjóðfélagi, það alls ekki heilt þjóðfélagi á baku þessa skoðun, en ég er ekki til í að taka ábyrgð á orðum annarra, af því að fólk stjórna bara, mér finnst mjög ólíklegt að ég hafi startað múæsingi sem hafi átt sér stað í að kannski ég ekki að fylgjast nú vel með senun, en ég var bara var við það sem var gert úr þessum ummælum þínum, ég var ekki var við að það væri einhver hópur sem kæmi þarna beint á eftir og það væri búið að gefa eitthvað skotleyfi eða eitthvað svoleiðis, ég sá það ekki Nei, síðan var þetta einhverju fyndnu fjölmiðla bífi það fór að drull yfir ég var sköllóttur og þá reyndar það var ótrúlega fyndið, mér fannst þetta það er sett í kjölfari hann er sköllóttur og eitthvað svona og þá fekk ég fullt af fólki með mér í liða því þær voru útlitsdæma mig en mér er drullu sama, ég er sköllóttur og það er stundum fyndið stundum er ég fyndin, skilur, stundum ég reyna að taka mig ekki of alvarlega og sem er oft erfitt, ég er í geira sem að tekur sem mjög alvarlega. Hvernig þá? Bara rap geirin, við erum alltaf að berjast við að vera cool út af við, og við erum að berjast, eða bara tónlistamenn og kannski ímynd, bara ímynd að vera fjölmiðla ímynd yfir höfuð getur verið heftandi á það að þú getur ekki nákvæmlega verið eins og þið langar að vera. Þess að ég var á leikvelli í gær. Hérna er svona gott dæmi svona ego sem við byggjum á okkur í gegnum tíðina. Ég held að það sé alveg, við séum með barnið í okkur ennþá til staðar. Ég held að við séum búin að byggja svona þykka brynju af alter ego yfir það. Þess að ég var á leikvelli með stelpunum mínum í gær og þær segja förum í bátinn að sökkva. Og það fullt af fólki þarna og ég fuck it, ég ætla að fara bara all in í hennar leik og lagðist bara og var bara eitthvað við erum en inn í mér ég samt bara, ætli fólki finnist ég asnalegur en ég samt að leika á börnum mín, skilur þannig að svona moment sem ég vildi óska sem ég geti sleppt, ég var að labba en það er í skipholtinu í gær og það er einhver manneski sem er að öskur syngja, hún er með headphone og er bara la 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 og fyrsta sem ég hugsa, hei nei, geðsjúklingur hvað þetta er sorglegt, ótrúlega sorglegt hvað ég leyfi mér og ég teka fram og ég er að tala um þessu hluti en ég er samt ekki búin að frelsa mig frá þeim hvað ég leyfi mér að drulla yfirlið. Þetta er ótrúlega áhugavert, þú sérst að taka hana punkt vegna þess að á undan þér í þessu sæti var Ólafur Stefánsson fyrirverandi
bara stærsta handbolta hetja Íslands og nú eru bara mjög margir sem að einhvern veginn rosalega mikið að dæma hann af því hann orðin svona vægasagt óhefbundin. Já. En hann var einmitt að tala þetta, bara barnið inn í okkur. Við erum öll búin að týna því og ég bara að leyfa því að ég að gera það sem við sýnist og ég að taka sjensin á því að vera dæmdur fyrir það. Já, en síðan ertu náttúrulega með eitthvað svona Ég ætla að koma með smá millilegjar sem á einhverjum punkti þarftu síðan að gera þér smá notendavænan. Já, það það sem ég ætla að fara inn á það. Mig grunaði það. Ég ætla basically að segja að við erum samfélag og til þess að samfélag gangi upp þá þarf að vera einhvers konar samspil milli okkar og ég get ekki bara tekið það ákvörðun að setjast á gólfi í kringlun og byrja að öskra að því að þannig líður mér nákvæmlega þannig. Við þurfum vissulega að fara inn í einhvers konar norm, við þurfum líka að byggja upp einhvers konar egobrinnin er líka bara til að verja börnin okkar. Ef að það kemur upp einhver hystería hjá þeim pabbi ég var að fá flís og ég væri bara þú ert að, ef við myndum bara öll panika og sem dæmi, ég get tekið dæmi svona dót að ég fekk henni svona ofnæmis viðbrögð ég tók sem sagt penicillin og ég fekk ég bara bólnaði allur út og ég bólnaði út í framan og ég fekk kvíðakast og þetta svona eitt af fyrstu skiptunum sem ég fengi kvíðakast svona sem bara svart fyrir augun og vöndun og ég lá bara í sturtubotninum og var að kæla mig og hringdi í pappa og ég segi pappi þú verður að koma að sækja mig, það er eitthvað að og hann segir, þetta ekki bara enn eitt eitthvað, er ekki bara panika eitthvað nei það eitthvað, ég að breytast allur skilur og hann kemur rólegur fer með bílinn, fer upp á spítala díla við það, ég fæ lyf og hann segir mig 2 mínútum seinna að hann var miklu hræddari en ég en hann lét mig ekki finna fyrir ég skil þig það er svoleiðis jákvætt ego sem við erum búin að byggja upp til þess að díla við alls konar aðstæður við getum tekið dæmi núna af bara 3 eigunum sem að sjá COVID ef að þau væru að hleypa öll út sem að gera inn í þeim tilfinningalega það væri bara ekki í lagi þannig að við verðum líka óna það eins mikið og mann langar að rífa og opna svo alltaf þá verðum við líka það verður að vera eitthvað jafnvægis samspil þarna svo bara samfélag gangi upp í heild eða bara persónuleg sambönd milli manneskja. En mér finnst áhugavert hjá þér að viðurkenna þetta með þegar þú ert að tala um að þú hafi farið að hugsa hvað fólk er að hugsa um kringu þegar þú ert að leika þeim með stelpunniðinum. Að því það er oft kannski þetta hljómar einhvern veginn eins og fólk sé að gera sér merkilegt þegar það hefur orðið smá frægt á Íslandi. Ég held að allir sem að hafa prófað að vera svona svolítið þekktir á Íslandi ef þeir eru heiðarlegir, þá ég þekki þetta mjög mikið, að vera ritskoða sjálfa mig í tíma og ótíma heilu og hálfu dagana, að því ég er að hugsa um hvað heldur þessu mig, ekki að því ég er Sölvi, heldur að því ég er Sölvi Tryggva. Skilur, og þetta er ógeðslega asnalegt að viðurkenna þetta, en þetta er svona. Og það er búið að taka mig mjög mörg ár að komast á þann stað að einhvern veginn þú veist, þegar ég var einhvern veginn að labba eitthvað berfættur á fjöllum og gera eitthvað andlegt og bara fullt af fólki sem bara, er hann bara alveg búin að missa það. Ég vissi fyrir mig akkur ég var að gera þetta, ég var bara að gera þetta til þess að reyna að ná heilsu, sko. Og síðan kem ég út með þessa bók núna og þá svolítið svona skilur fólk hvað ég var að gera allan enn tíma. Og þá finnst mér bara rosa vænt um það einhver, heyrðu, ok. Það er svona smá eins og hann var ekki alveg ruglaður, skilur. En á meðan á því stóð, þá kom alveg tímabili sem þetta var smá erfitt, sko. En það er líka því þú ert búin að venja fólk á einhverja ákveðna ímynd. Þú í gegnum tíðina ertu búin að kannski, og svo ég segi aftur, þetta sem ég sagði á hann, sem ég meina ekki illt með, kastljóstjóko, sem það varst ekki kastljós. En ég er að segja, þú ert búin að byggja upp einhverja ímynd í gegnum árin. Sem þessi gaur. Þú ert svona lærður, klæðið þig svona, ert að taka viðtölu fólk svona hluti, alveglega típa, skilur, að þú veist hvað ég meina. Og síðan allt í einu, að ég gerði líka smá research á þér, eins og þú gerir research á mér, fórst í hennan andlega leiðangur. Og þá er fólk orðið vant einhverju, þú veist, ef þú tekur alltaf sopa vatni á hverjum degi og það bræðast eins og vatn og síðan einn daginn er búið að kreista sítrún út í það, þá tekur það smá tíma að vennast í af hverju það er þannig. Og ég er alveg meira þess að gjarna að segja upp og tegja akkur í fjandanum með sítrúnu bræða vatninu allt í einu. En síðan kannski er það bara gott, kannski líka mér við það, kannski ekki, þá færi ég mig bara yfir eitthvað annað. Og það er að sama, sko, ég skil alveg að það sé fullt af fólki til dæmis sem að kannski fylgja mér sem að var vant í að hlusta á lögum endalaust partí,
og energet, hvað segir, svona powerful lög, eitthvað bara alltaf jam, bla bla bla, einhver svona X-ímynd, síðan gef ég út lag sem heitir Malbygg sem öðruvísi og þá skil ég alveg að það ákveðin hópur sem bara, heyrðu, við áttum ágætis samleið en nú ætlum ég að fara að gera eitthvað annað en síðan annar hópur sem bara hvað að gerast fyrir hann hvað fokk, og veitu, akkur hann farin að gera eitthvað svona dót og þannig að þetta dálítið hættulegt og þú talar þetta svona, þú veist, að vera frægur á Íslandi, þú veist, ég var mjög feiminn við að segja þetta mörg ár, en þetta bara það sem það er að vera, maður segir alltaf, þekktur en frægð ekkit neikvægt. Ég skal útskýra þetta á mjög einfaldan hátt það að því þetta, og ég að segja þetta með þeim fyrir að þetta kjánalegt að segja þetta en það að vera frægur á Íslandi dálítið svipað að vera frægur á miklu stærra svæði vegna þess að þú ert frægur í þínu nærumhverfi þegar þú kemur inn á kaffihúsið þitt þá þekkja bara rosalega margir smett á þér þegar þú kemur inn í búðina þá þekkja rosalega margir smett á þér þannig að þú ert að fá sömu viðbrögð frá umhverfinu þínu eins og manneskir sem mjög fræg í stóru landi Þannig að þetta ekki einhvern veginn, þetta ekki það að þú setja að reyna þér þykir eitthvað merkilegt að vera frægur á Íslandi, þetta bara veruleikindin svipaður eins og hjá frægri mannesku sem í alvörunni fræg og hún kannski fræg á miklu stærri skala, skilur. En það sem hættulegt sem gerist, sem ég tengi við bara eftir að ég verð sjálfur þekktur, frægur, svo ég nota enda frægur, að til ég get bara tekið sem dæmi bara þegar ég var að vinna á börum vann á börum í 6 ára eitthvað og það kom oft einhverju þekktir einstaklingar og stundum voru þeir ekki í stuði og þá var ég gjarnan að segja þessi stjörnustælar í þessum Akkurat. En síðan kom þú veist eins og eitt dæmi kom Gunnar Nelson einhvern tímann að panta vasklas og þá var ég bara er hann góðu gaur en veist, ég get ekki dæmt hvort hann sé góðu gaur eða hvort þessi sé stjörnustæla út frá 3 sekúndna sambandi yfir barborð og og ég, veist, maður upplifir þetta sko, veist, ég var að labba þjóðatíð í hitt í fyrra og það kemur hópur og stelpum og við vorum nýbúin að spila, ég var búin á því mér leiði ekki rosalega vel, veist, mér langaði svona að fara burtu frá þessu fyllir og ég labbi burtu og ég fæ til minn hóp með að taka mynd og ég sagði, veistu, ég verði að fá að segja nei núna bara, og það var bara, þessi stjörnustælar og maður bara, heyrðu, fokka þér skilur, ertu að grínast bara, maður reynir auðvitað að vera kamó því að pabbi tók þetta á mig fyrir löngu, hann sagði þú valdir þér að fara í fjölmiðla og þú valdir þér að vera þekktur einstaklingur, það hefur alltaf verið draumur þinn, það akkilesar hæll með því sem að prífasíðið þitt verður bara í einhvers konar lágmarki in public og í staðinn farðu alls konar benefit líka en þú þarfst bara að díla við þetta og ef þú vilt ekki díla við þetta þá þarfst að láta ekki fara á fjölmiðlum þannig að maður reynir auðvitað líka bara að og ég dýrka, skilur ég, ef fólk kemur og vill fá mynd og vill gera hitt og þetta, bla bla, frábært. En stundum ég bara, þú veist, kannski með bara illt í maganum, skilur. Þetta það sem ég myndi að hugsa kannski ég með kvef, eða bara, þú veist, kannski var bara fjölskyldummeðlumur að deyja, eða eitthvað, skilur. Það svona, þú veist, það ekki alltaf, mér finnst að fólk hvort sem það sé frægur einstaklingur eða eitthvað, bara að nálgast fólk rólega og sjá situationi í lagi, skilur það náttúrulega ekki þetta að gera þær kröfur sérstaklega þegar fólk undir áhrifum áfengis sko. Og ég farin að forðast basically, þú veist, það bara ákveðnir til dæmis skemmtstæðir sem ég get ekki farið á ef að ég vil vera alveg í friði. Velkomin í hópinn. Já, og þegar ég segi alveg í friði þá ég basically að meina bara að vilja bara eiga 1 og 1 spjall við vini eða sita með mömmu einhverstaðar og borða, en veist, þetta þó að sé tróðfullt af sushi samba skilur, það enginn að spá í mér. Nei. En leið og fólk búið að drekka 7 drykki þá þú veist, þá ég kannski á 1 og 1 spjall einhverstaðar og þá kemur einhver sest á milli og knúsa mann Þetta bara eins og þessi framheilagskaði og og ég mér þess að lent í því sko ég lenti eins og í svo grófu mómenti með strák sem hann sagði að hann væri sko minn bara number 1 fan og hann kom aftur og ég endaði með, ég sagði, þú verður að hætta núna ertu sko, og hann sagði, þú verður dónalegur og kom aftur og endaði með þurfti að láta hendunum út
síðan var ég að labba heim til mín sendum kvöldið og ég var eiginlega komin heim til mín og réðst hann á mig og eldi hann mig heim, hann var svo brjálaður yfir, ég vildi ekki tala við hann á bar. Og réðst á þig líkamlega? Réðst á mig líkamlega. Hvernig endaði það? Það endaði verð fyrir hann heldur mig, en ekki, þetta var ekkit eitthvað hræðilegt og það var ekki beinbrotinn en þetta var bara að þetta er svona dæmi sko og ég og þessi strákur höfum útkláðað þetta mál og hann er frábær og hann bara átti erfitt þetta kvöld sko og löngu búin að fyrirgefa honum þetta en það sem að gerist er bara veist, að hann fær svona hann lappar og býst við einhverjum viðbröðum, fær þau ekki, er undir áhrifum áfengis og náttúrulega bara með brenglu skilningavitt alla leið og síðan breytist það í ofsabræði og það endar í bara handalögmáli sko, bara þegar ég er bara hjá Landakotskirkju, skilur, sem bara komin út fyrir miðbæjarmörkin, skilur og þannig að þetta er svona, þetta er hættulegt sko og áfengi er náttúrulega erfitt þetta er svo sterkt fíkniefni Þetta er rosalega sterkt efni og ég veit að vill enginn heyra mig segja fíkniefni en ég hef það mikla reynslu að ég taka þetta fíkniefni ég ætla að fá að kalla þetta fíkniefni sko. Ég bara segi það sama vegna þess að minnst mjög einföld leið til að útskýra það er bara ef að áfengi hefði komið á markað bara fyrir síðustu helgi enginn hefði vita hvað áfengi væri síðasta föstudag svo hefði fólk séð hvernig fólk væri í miðbænum alla síðustu helgi mánudeginum á eftir væru allir fjölmiðlar uppfullir af þessu nýja efni sem væri sennilega það hættulegasta sem hefði komið inn á íslenska markað 100%. The proof is in the pudding, þú bara horfir á fólk og sér bara, já, hér er bara miðaldra stjórnandi fyrirtæki sem er bara eins og 3 ára smábarn, skilur það er augljóst að, og þá er það aftur þetta, náttúrulega, við þetta misjant hvernig þú notar efnið, sko, hvað þú notar mikið af því, sko. En veistu af hverju, við viljum ekki taka þess að umræða svona, að því að á einn eða annan hátt erum við öll háðursefni og sama hvað, sama hvað fólk segir, já en ég drekka ekki svo mikið og trúi mér er alveg sama, ég er bara alveg hlindur því að fólk noti fíkniefni, líka fleiri fíkniefni, ef þú vilt nota kannabisefni eða kókaín að sprauta þig, sko, þá bara, ég sé ekki rökin í því að fordæma áfengi en að leyfa áfengi en vera síðan harður í baráttunni gegn kannabisefnum, sko, I don't get it, sko og ég tek það fram að ég nota hvorugt efni í dag, þannig að þetta er ekki háð neitt neyslu, sko en ég held þetta sé út af því að við erum búin að tengja alla félagslega skemmtun rosalega hart við áfengi sem þú veist, allt er lagi upp af þessu marki, þá erum við miklu gjarnan, við viljum ekki að þetta sé tekið af okkur, af því að við erum háð þessu. Og ef þú drekkur, ef þú segir, nei, ég drekk bara einu sinni í mánuði, eða nei, ég drekk bara einu sinni á ári, ef þú getur ekki sleppt í að drekka, þá ertu á einhvern háður efninu. Þú veist, ef þú segir, ég reyki ekki sígarettur, nema á áramótunum, þá reyki ég alltaf sígarettur, þá ertu háður efninu á einhvern hátt. Ég skilji. Ég veit ekki, þetta er touchy umræða en ég til dæmis, ég er svo harkalega á móti að við séum að fangilsa fólk og að sé vera að handtaka fólk, krakka með neysluskammta 0,0 eitthvað kókaín í vasanum sem að er ekki sjáanlegt vandamál og það er kannski það er fullt af fólki sem notar þessi fíkniefni og það er aldrei neitt vandamál en síðan ertu með fólk sem er sko slefandi, stendur ekki í lappirnar þegar það er búið að drekka svo mikið og bara er að dæla áfram áfengi og í fólk sem er búið að drekka allt og mikið og þú skapar vandamál, þú skapar og búin að brengla skilningavitin svo ógeðslega mikið að fólk lendir í ofbeldi, alls konar ofbeldi ég veit ekki, ég held að það sé kannski aðal punkturinn. Er ekki svolítið einmitt að því þetta er rosalega áhugaverð umræða, ég gerði 2 heimildaþætti kannabis þegar ég var á Skjá einum og ég fór til Hollands og tók viðtalu og það er þessi umræða, það er þessi, sko, annars vegar hversu langt getur við leyft fólki að fara í að skaða sjálft sig og síðan hvenær er það að fara að skaða aðra.
það ekki svolítið stóri punkturinn með alla svona neyslu, hvernig er þetta farin að skaða aðra sko? Mér finnst að vera eiginlega bara það, eða þú veist og ég sammála minnst að vera bara það nema síðan þegar kemur að börnum og úlingum sko. Já, auðvitað, en ég held að þú hjálpir ekki börnum og úlingum með að gera eitthvað ólöglegt. Þú ég reykti hass þegar ég var 15-16 ára, það var svona ólöglegt, skilurðu, og það var auðveldara fyrir mig. Já. Og gott dæmi þetta var að Siggi Palli, vinur minn, gerði einu svona test á þessu. Hann bað son sinn að redda sér rauðvínsflösku og síðan bað hann að redda sér grasi. Og miklu fljótar að redda sér grasi heldur en rauðvínsflösku. Því hann þurfti að fara gegnum fullorðinn aðila sem þurfti að fara að sækja efnið eitthvað á meðan hitt gastu farið bara og nú getur þú farið bara á Telegram eða farið bara basically inn á einhverja Facebook síðu og fengi efni. Þetta er rosalega viðkomin umræða en í mínum huga svona í stóra samhenginu auðvitað tímabundið verða kannski verið eitthvað boðbað en í stóra samhenginu alltaf þú ert með framboðshlutan og svo eftirspurnarhlutan. Stóra leiðin í mínum huga til þess að laga hluti bara að draga úr eftirspurnarhlutan. Það er að segja að ala upp einstaklinga sem vilja bara ekki vera að ofnóta þessi efni. Það í raun og veru í staðin fyrir að boðin komað ofan þar sem verið að reyna að taka framboðsluta. Ég held líka bara að skaðaminnkun sé key faktor í svona dóti. Sem dæmi, ég held að þú lægir ekki sprautufíkil með því að handjárnan og fara með hann í fangageymslu, en hins vegar getur þú útvega honum fríum sprautum og kannski læknir á svæðinu sem getur útskipt fyrir honum hvað hann sé að gera og en ég er full og þú talar sko með börn og úlinga að það er önnur umræða og sérstaklega ef það eru foreldrar í neyslu sem að er að skaða, en þá ertu aftur komin að skaða eitthvað og ég vil taka fram, ég er ekki að mæla með fíkniefnaneyslu. Ég held bara við séum Ég ætla að vona að skilja það enginn þannig. Nei, mér finnst mjög auðvelt að skilja það. Já, ég veit það, en það er svo auðvelt að taka hlut úr samhengi. En ég er ekki að mæla, ég vildi óska þess að þyrfti enginn að nota fíkniefni. Og ef að það yrði gert að það væri notaði skemmtanagildi sem að færa aldrei yfir strikið, sko. En ég held að fræðsla og hætta að ljúga að krökkum hvernig eitthvað það var rosalega mikið svona talað þú þarft bara, þú reykir bara einu sinni og þá getur þú dáið og maður alveg, síðan þegar maður byrjaði að reykja og dó ekki og sérstaklega núna krakkar eru náttúrulega með svo mikið af upplýsingum og þeir eru svo klárir. En það sem er hættulegast finnst mér núna er ég sjálfur búin að þekki fólk sem hefur dáið úr lækna dópneyslu og ég hef sjálfur fundið fyrir því þegar ég fekk uppáskrifa Parkutin Forte í massavís þegar ég fór í hálskirslatöku hvað ópíóðar eru sko hættulegt dæmi og ég held að fyrsta sem maður þurfa að fara að gera í þessari umræðu er að ráðast á lækna sem eru að útskrifa allt og mikið af lífseðilskyldum lyfum sem verið að selja síðan, þú veist, Oxy og Parkutin Forte og Fentanyl og alls konar svona drasl sem í umferð, dót sem er pjúra að drepa fólk. Ég nefnilega er svo lítið inn í þessu, en ég heyri það að þetta sé bara út allt. Já, þetta er miklu algengara en þú myndir nokkuð tíman halda. Og ég reyndar svona að missi af þessari bylgju, en hef samt alveg tekið svona ég tók Parkutin Forte en það var undir eftirliti lækni, ekki eftirliti, ég bara fekk upp og skrifa bönns. En tókstu það einhvern tímann svona þá sem í óhóflu magni? Já, ég myndi segja það, eftir að ég var búin að taka þetta þegar með hálskísla vandamálið. Síðan svona 2 vikur eftir að vandamálið var alveg farið, átti svona stóran skammt af Parkutin Forte og fannst bara næs að fá með 2, skilur. Nei, skilur. Og mér finnst að við þurfum að hætta að horfa á fíkla, þetta er náttúrulega bara gömul tugga en hún virðist aldrei ná inn hjá fólki, hætta að flokka fíkla sem glæpamenn og fara að díla við á eins og sjúklingarna sem við erum búin að meðtaka það að alkohólistinn sé sjúklingur
og alkohólismi sé sjúkdómur en við erum samt ekki ennþá til í að vorkenna manneskjunni sem að nota efni í æð eða nota kókaín í óhóflegu magni en ég vorkenni þessu fólki og það þarf skaðaminnkun svo frábár, ég nefni þetta alltaf í þessu samhengi, þú veist svona hlutir eins og hlutir eins og frú Ragnheiður bíllinn sem sprautubatterið sem er upplýsingar og ráðgjöf og hreina nálar. Akkurat. Mér finnst að þetta koma upp fleiri aðstöðum þar sem að fólk getur sprauta sig og nota fíkniefni. Mér finnst að þetta koma upp stöð þar sem að er hægt að mæla fíkniefni. Þú veist, er þetta hreint fíkniefni sem þú ert að nota? Og síðan er annað, á meðan við erum ekki að ná að taka fíkniefni gjörsamlega úr umferð, þá finnst mér að vera leiðbeiningar fyrir fólk hvernig á að nota fíkniefni. Af því að það er til dæmis, það sem er að drepa svo mikið af fólki er að þú ert kannski að nota örvandi og slakandi á sama tíma. Þú ert að nota fólk er að fá sér spýtt og síðan líka slóa sér niður með verkjalegum frá lækni á sama tíma og það er alveg svona dæmi í kringum mig sem að fólk hefur látið lífi út af. Er þetta eitthvað fólk sem að þú þekki vel? Nei, bara kunningjar sko. Kunningjar. En þú sjálfur, hefur reynslu af því að því það er svo oft tengt við hip-hop og bara tónlistarsenuna. Fólk fer langt í djam og drykkju og varst þú ekkert komin í slæma neyslu þegar kemur að öðrum efnum en áfengi? Nei, ég myndi nú aðal áfengi sko og ég þurfti að taka bara svona nokkuð skref frá áfengi til að átta mig að áfengi væri sko stór partur af því af hverju mér leiði illa á stór hluta til sko og nei, áfengi hefur verið svona kannski, þetta er svo samtvinnað við skemmtanalíf og ég labba einhvern veginn, ég vinn við aðstæður þar sem að fólk er alltaf búið að fá sér í glas og mér langar að taka eitt disclaimer aftur fyrst við erum að ræða svona hart þetta. Ég er ekki að dæma, mér finnst allt í lagi að fólk drekki og mér finnst allt í lagi að fólk reiki kannabisefni, mér finnst bara að í fyrsta lagi átt að bíða með það þá þú ert búin að taka út ákveðin þroska þannig að þú getur tekið meðvitað ákvörðun hvort að þú viljir gera þetta eða ekki og ég held að, og með áfengi líka mér finnst allt og ungt að fólk sé að byrja að drekka 14-15 ára gamalt og ég sjálfur byrja að drekka 12 ára sko með fáránlegt sko og þetta er samt ekki, það var ekki alkohól á heimilinu og þetta er ekkit þetta er bara, ég held að það er svona áhættu ásókn sko eitthvað svona Mér er svo áhugavert með þennan disclaimer sem þú ert að setja, mér er svo áhugavert að því ég er svo sammálaður þetta með áfengið, mér er svo áhugavert að ég hef þú maður segja áfengi sé bara þetta er frekar augljóst, bara horfur á bara ég hef farið ítrekka á vaktir með lögreglunni niður í bæ, bara ok, ég veit ekki, nú er ég að skjóta út í loftið er 70% af öllu vesinni lögreglunar, ok, bara alla jafna áfengistengt, heimilisofbeldi áfengistengt, ofbeldisglæpir áfengistengtir, þetta er bara frekar augljóst það þýðir ekki að ég sé ekki að segja í guðana bænum bara ef ykkur langar að fá okkur í glas bara gerið það, þau eru frjálst fólk Já, en mér finnst bara fólk að átta sig á því samt hvað það er með í höndunum Já, rétt að Ert þú hættur að drekka? Já, ég er hættur að drekka Fyrir löngu síðan? Nei, það er svona næstu ár síðan ég og ég veit ekki hvað framtíðin byrja skautið sér sko. Það var bara svona eitthvað sem gerðist eða? Þetta er bara eitthvað svona ákvörðun sem ég tók þegar ég var farin að, ég var svo kvíðinn sko. Ég hélt sko ég væri kvíðasjúklingur og fekk mjög reglulega panikatökk svona ofsakvíða það sem ég fæ alltaf, ég er alltaf útskýrð ég fekk svona eins og að vera svona svört filma sem ég gat samt séð í gegnum sem fór fyrir augun og bara oföndun og búin að sjúkdómsgreina með 70 sinnum alltaf þegar ég fæ svona ég er annarkvort með heilaæxli ég er að fara að fá hjartaáfall það er eitthvað magavandamál eða blóðið mér er bilað eitthvað svona og ég er búin að fara í heilaskanna og alls konar test þú veist upp á spítala þegar ég fæ svona ég held að ég hafi bara bæði, ég held ég tengið aldrei við þig á þann hátt að ég var bara að keyra mig of hratt út ég held að það væri aðalmálið að spila sem flest gig og djamma sem mest og og þetta er ekkit endilega þú ert ekki eitthvað djamma öll kvöld þetta er ekkit alltaf eitthvað all in en ef þú drekkur 2 bjóra hvert sem þú fyrir að spila þá er það
lítur áfengi og það tekur sinn tóll taugakerfi sko. Og ég þurfti bara svona og svo líka bara pressan við að vera að performa og allt þetta saman. já og sko að það að performa alltaf þú ert alltaf að láta taka x bita af þér þú ert að gefa smá ekstra þetta hérna þú keyrir upp sko endorfín, dopamín skammtin í heilanum á þér og svona eiginlega andar honum út í krátið og oft myndast einhver svona tómleikatilfinning þegar maður búinn að gefa af sér mikið en ég elska það veist, það mér mjög natúralt í grunninn að vera performer en ég tók bara ég var bara búinn að vera ágætis róleg en lífið skilur og síðan 2016 verður svona veist, þá fæ ég svona my time to shine veist, næðan inn 3 hitturum á stuttum tíma að spila kannski 4-5 sinnum á kvöldi 50. og laugardag og stundum ekki en þú veist þetta var svaka kyrrsla í dálítið langan tíma og veist, á sama tíma og einhvern veginn allt var svo frábært út á við allstaðar þá svona fannst mér oft eins og ég væri að skafa innan mér sko. Og og síðan þú veist, ég bara þurfti á einhverju tímapunkti að taka 2 skref aftur á bak og hugsa þú veist, þetta að gera mér gott, þú veist, ég að borða vitlaust eða ég að hreyfa mig vitlaust, hvað í gangi og ég fer einu svona í ofsakvíða upp á spítala upp á svona bráðamóttöku hvað heitir það? Já, geðdeildar, já, mitt og sagði bara, það allt í fokki skil, ég veit ekki hvað að gerast og bara titin, ég vissi ekki alveg og hann sagði, hefur prófað að hætta að drekka það? Ég held, nei, og mér datt ekki einu svona í huga að það geti verið vandamáli sko. Þannig að þá ákvað ég að kæla flöskuna í smá tíma og ég hef ekki fengið ofsakvíðakast í næstu ár núna. Og þú bara beintengið það við áfengið? Stórum hluta til. Já. Ég held að, já, stórum hluta til, auðvitað ég líka bara að díla við alls konar aðra hluti eins og manneskja. Þú veist, þú getur ekki tekið bara burtu eitthvað efni og fundið lausn vandamála hérna. Nei. En það ágætis byrjunarpunktur. Þú veist, það ágætis einhvers staðar þarfst að byrja og ég byrjaði bara þessu og ég hef líka, þú veist, farið þess að leiða að taka prófa að taka kvíðalyf og prófa að taka þunglyndislyf og fór í greiningu, ADHD ofvirknisgreiningu, fór reyndar aldrei að konserta, fekk uppáskrifa konserta en þorði aldrei að taka það, sko. Ég prófaði það. Hvernig var það? Sko, það aftur þetta einhvern veginn, konserta er frábært lyf, sko. Og það sem trufla mig við þessa lyfjaumræðu eða ef ég ætti að gefa svona mitt take á umræðu, ég var einmitt með Ólaf Darræðin daginn og við varum að tala bara um geðlyf og allt þetta sko, það fer rosalega í taugarnar á mér, einmitt sérstaklega í svona innan gæsalappa andlega geira einhvern veginn, að lyf sé eitthvað svona evil og það sé alveg hræðilegt og bara ég þekki svo mikið af fólki þessum þau bara berga lífið þeirra. Ég myndi alltaf vilja að vera skrifað upp á þetta þannig, saman hvort þú tala um kvíðalyf, konserta eitthvað annað. Segjum nú svo ég sé bara með athyglisbrest og athyglisbresturinn er farin að há lífi mínu það mikið að það er bara allt í steik. Þá er algjörlega fáránlegt að ég labbi út bara með, bara konserta, þetta bara hjálpar, verður sæll. Það er rosalegu munur á því, eða það er sagt, heyrðu, þú getur byrjað að skoða símanótkunnina þína sem er klárlega ítundir athyglisbrestin. Þú verður að skipuleggja betur, þú verður að hreyfa þig, því hreyfing hefur rosalega áhrif á athyglisbrest og fleira. Hins vegar getur verið frábær pæling, því það er allt í steik hjá þig núna. Konsertað mun líffræðilega hjálpa þér til að það sé auðveldara fyrir það að plana hina hlutina sem þú ætlar að gera, sem eiga að vera langtíma planið þitt. En hvernig fannst þér persónulega? Ertu ennþá að konserta? Nei, ég er ekki að konserta. Vegna þess að ég, eins og þú ert segja, ég er kvíðakall og konserta ítir svo rosalandi kvíða. Þannig að þetta er náttúrulega örvandi lyf. Já, ég myndi lýsa konserta þannig að, og nú er ég bara að tala fyrir mig, virknin fyrir mig algjörlega frábær og meðan það er að verka. Ég er með hraða brennslu og það virkar mjög stutt í líkamannum. Þannig að svo kemur bara krass. Stundum eftir 2 tíma, stundum eftir 3 og þá bæði fann ég mjög aukinn kvíða og deburð. Þannig að á einhverjum punkti bara fann ég að þetta var bara ekki að virka og ég nota bene, ég var að taka sko
18 milligramma konserta og ég fór upp í 36, það er talað að maður eigi að taka allavega 1 milligram per líkamsþyngd, þannig að ég hefði átt að vera að taka 4 sinnum stærri skammt, sko. Ég veit ekki hvers konar kvíða ég væri þá, sko. Ég hef prófað konserta, sko, og ekki í örvandi tilgangi heldur prófað einhvern tímann, sko, án lyfseðils. Og þá mann ég eftir í, sko, hvað var erfitt að sofna. Og það hefði þau áhrif á mig. En síðan tókstu það seint daginn þá? Já. Já, það má ekki. Nei, en það segir mér samt að þetta er örvandi efni og ég ekki vissum að ég sé til í að vera háður örvandi efni. Nei. En alveg eins og þú ert að segja, auðvitað er nauðsynlegt fyrir fólk að skoða alls konar dót, en ég, fyrir mína parta er ég fyrst til ég að tjekka á því get ég lagað þetta sjálfur. Já. Og það sem ég kannski reyna að segja er að það væri sett upp tímalína sem bara verið með, eins og hjá þér, það verið bara ok, hér er konserta, en við erum að orða í það að þú ert með verkfæri A, B, C, D og E til að vinna á athyglisbrestinum. Konsertað mun líffræðilega hjálpa þér til að þú byrjir strax að vinna í þessum hlutum, en við erum með tímalínu. Svo viljum við bara trappa konsertaðina strax niður eftir þennan tíma og við viljum bara að það sé komið út eftir þennan tíma. Ok, mögulega geti verið þessi einstaklingar sem þurfa að vera á því lengur og kannski bara mjög lengi, en mér finnst svo hræðilega þegar ég sé einstakling sem er búin að fá uppáskrifa stóra skammta konserta, en hann er ekki að taka ábyrgð á neinu öðru. Það er bara konsertað á bara að laga þetta. Þetta er sama og þú getur sagt með að þú getur ekki tekið bara flösku í burtu frá flöskunum burtu og þá lagast ekki öll vandamálin, skilur, þú þarfst að fara að vinna í alls konar hlutum á sama tíma. En hitt, kvíðalyfin og svona, hvernig fannst þið það að vera? Ég sko, á sama tíma og ég fór að taka kvíðalyf, þá fekk ég þessi ofnæmisviðbrögð sem ég var að segja frá til ég fór upp á spítala til pabba, að því ég tók pensilín og ég tengdi það alltaf saman, þannig ég hætti að taka kvíðalyf en það er bara fólk nálægt mér, sko, fjölskyldumeðlimir sem þetta er dálítið bara í kringum mig, sko, kvíði og það hefur hjálpað mörgum sem ég þekki bara nátengdum fjölskyldumeðlimum, þannig að ég held samt að fólk ætti að fara varlega í þetta dót og einmitt að sko, að því það er ekkert eitthvað eitt sem að hjálpar, eitt getur haft önnur áhrif á þig heldur en mig og að því við erum bara, það er öðruvísi samsetning af genum, sko. Ég þarf pottþétt að borða öðruvísi heldur en þú og sumir þurfa að minna magna á áfengi heldur en aðrir. Ég er búin að tala heilsu við fólk allt þetta ár og ég er alltaf að segja þetta bara, þú veist 16-8, æðislegt, ok, en kannski er það, kannski fæ ég sömu áhrif af 14-10 eins og þú færð af 17-7, við erum með ólíka líkama. Já, við erum bara mismunandi stærð og öðruvísi, þú veist, brennsla og það er alls konar, það er ekkit eitthvað eitt, ég þoli ekki þegar fólk er búið að finna tilgangin. Mikið er ég sammálaðið með þér. Og ég er með lausnina fyrir ykkur öll. Hvernig var þessi setning? Hvað er umkringduðu fólki sem leitar af tilganginum en forðastu fólk sem er búið að finna hann sem er svo satt, sko. Það er mikið til. Af því að það er svona ákveðið merki að það sé ekki allt í lagi. Ef þú ert með allt á hreinu, það er merki að það sé ekki í lagi hjá þér. Mjög góð punktur. Ég er nefnilega einmitt að því þú talaður kastljóst sjokkóðun á hann, svo kemur þetta tímabil þar sem ég einhvern veginn, mér langar svo mikið að tala þetta. Já. Mér finnst svo gaman, það er svo oft einmitt þannig, ég var með animist þetta daginn og ég var að spurja hann út í, svona fór varlega stað að spurja hann út í lyfjanótkun og hún var bara, heyrðu, bara please spurðu mig, mér er svo gott að fá þessa spurningu. Já, hvort það væri að stera þá, eða? Það tala stera þá Já, bara hvort að hún væri skilurðu, bara með ólögleg lyf í CrossFit, skilurðu, og ég fann það alveg á henni að hún bara elskaði að tala þetta af því hún er alveg bara clean og ég fann það þegar ég orðið í augun á henni. En það sem ég ætla að segja með mig er þetta með andlega dótið. Að það er komið svona mörg ár þar sem svona fólk að tala þetta eitthvað svona eitthvað andlega og sko ég hef aldrei sagt sjálfa mig, ég er andlegur. Ég var bara maður sem var að reyna að laga kvíðan minn. Já. Ég var ekki að reyna að vera eitthvað gæi í hvítum kublu og vera betri en hinir og eitthvað. Nei. Og það er svo risastórt blind spot af því það er ekki svo mikið af fólki sem er í þessu hugleiðslu og kakó og jóga og alls konar. Það er svo risastórt blind spot í þessum hópi sem er að það er svona, við erum öll eitt, það er sko stóra jafnan sem allir eru búin að komast að þar, en að sama skapi er ekki hægt að finna meiri einhyrninga heldur en þetta fólk. Af því verður að líða eins og sé svo sérstakt, sko. Já. Þannig að við erum öll eitt en ég er samt sérstakastur í heimi, sko. Ég veit komin. Og þarna verður bara svo stór gjá. Ég
það eru rosalega margir sem eru alveg fastir þarna af því þeir eru bara algjörlega búin að finna lausnina og þá kemur það þannig fram að ef ég væri að upplega eitthvað óþægilegt núna þegar ég er að tala við þig, þá er ekkert með mig að gera, það er því þú ert með svo skrýtna orku, sko. Já, áran og orku. Það er eitthvað svo skrýtið hjá þér, sko. Ég hætti að taka ábyrgð á sjálfum mér, því ég er bara komin með lausnina og ég er bara, og þá er ég farin að túlka allt umhverfið mig þannig að ef ég er bara eitthvað kvíðinn eða ég er í rugli eða ég er pirraður, þá er alltaf hinum að kenna, sko. Það er svo skrítin orka í hinum og þeir skilja mig ekki, sko. Ég held að þetta sé það sem að fælir fólk oft frá þessu sem þú myndi kalla spiritual. Já. Og að fólk er oft aldrei segist þér á opi en er þvert á það, sko, búið að finna eitthvað dæmi. En nú er ég alhæfa, ég get ekki talað alla sem að að fara... Við erum öll eitt, en samt finnur þú hvergi meira við og hinir, sko. Já. Mér, sko, við förum aftur inn á þess að við töluðum bara í byrjunum og viðtölunum sem er bara leyfi fólki bara að vera til 100%. En ég er og ég hef svo marg oft, sko, verið gjarn líka að dæma þennan hóp og og með þessa besta vinkona mín, sko, hún er ég hef alltaf verið svona konkrítgaur, bara fucking Malbygg. Er það hún hún er Heiða sem er að tjóða kaffi, hún er æðisleg, hún er frábær snillingur. Og hún hefur, sko, ég hef verið að dæma hana, sko, fyrir að vera svona eitthvað voodoo-pía, sko, og við erum samt bestu vinir, en ég hef alltaf verið bara fastur og bara, mér líður best það sem er engin gróður, svona næstu í sko, varðanig. En síðan var ég alltaf að leita til hennar þegar ég fekk kvíðaköst, þá kom hún og hjálpaði mér og setti eitthvað steina og frankincense olíur og eitthvað drasl til að róa mig niður og reykelsi og eitthvað svona sem virka alltaf, sko. En ég held að miðjan sé bara best að fyrir, nei, það sem að lætur þér líða vel er best fyrir þig. Og ekki fyrir aðra einhvern veginn. En svo er líka bara svo holdt fyrir mann þetta sem þú ert að lýsa, ég tengi við það þegar maður fer í eitthvað svona krass og allt í einu er maður ekki lengur nú flottu gæi til þess að, eða svona allt í einu er ego og manns ekki það flott að maður svona, já, það væri nú kannski sniðugt að biðja bænirna þeirna. Þú ert bara ekki til í að, það var einhver steinakona sem er með dálisli, skilur. Já, og svona... líka bara, þú veist, eins og þú segir núna bænir, þetta er svona konsept sem að ég til dæmis, maður fer mjög varlega í að tala opinberlega, en ég til dæmis í gegnum þessa típisku byrjendabók sem allir byrja á, sem er Power of Now, þar svona finnst mér konsepti Guð útskipt skemmtilega. En maður er bara með ofnæmi fyrir þessum 3 stöfum, að það er búið að tengja á alltaf við trúarbrögð. Og og meiri segja er það búið að tengja það svo fast bara við þitt trúarbragð. Og ekki bara trúarbragð, trúarstofnanir. Já, og þannig að þú segir þetta orð og meiri segja líka bæn. Bara, ég næstu með ógið bara á orðinu, bara stafnum eð og æ, bara að því að þetta er hann inn í þessu mengi, sko. En með þessu fallegt að horfa á trú þannig sem er bara, ég ætla að fara í ræktinu eftir og ég ætla að taka lappir. Ég hef trú á því að lappirnar á mig verið stærri og flottari og það er einhvers konar trú og basically bara getur hort á COVID sem dæmi það að þú ert ekki æðri náttúrunni, þú hefur ekki stjórn á öllu. Þessi 2 hlutir, þetta er svona konsept, Guð konseptið sem ég álíta í dag, skilur. Mér finnst það gott að útskýrta, ég er alveg sammála, en mér er líka svo gott að útskýrta ef að fólk að það er svona, ok, þið finnst arsnalegt að biðja bænir, finnst þér arsnalegt að þú verður að fara að biðja bænir með barninu á kvöldin og konseptið væri þá, við ætlum að biðja fallega hluti fyrir okkur og annað fólk. Sko, ef þú bara sleppir ég að segja bæn og nú er ég að tala um það þú veist, mér finnst það ekkert mál. Nei, ég segja hvað sem við köllum þetta. Kalla það þakkarlista, þú veist. Akkurat. Og að því ég fattaði, ég var alltaf að fara með þakkarlista með stelpunum mínum, að því að ég las þetta einhvern tímann, bara í einhver uppeldispóstur eitthvað. Ég mæli með fyrir stráka sem er að hlusta á þetta og eiga börn. Það er dót sem heitir Daily Dad. Ég man ekki hvað ég datt inn á það, en Daily Dad er bara svona smáskamtara informationi varandi uppeldi, svo farið e-maili á hverjum degi. Kekja. Ég fæ bara hverjum degi bara, já, myndi að vera þakkláttur og kendu börnunum í þakklæti og það er bara pínlítill póstur þetta og þetta er svona hannað að pöppum með athyglisbrest sem að ég vil meina allir í dag sem með athyglisbrest
en þakkalisti basically bara að fara með þakkalista með börnunum sínum og þakkalista sjálfur bara segja þakkalista upp átt gerir þið gladri og líka að byrja daginn að þig og fer að sofa að þig og byrjar ekki daginn að þig að dæma sjálfa þig og ég þarf að temja mér ég næ þessu kannski 3 í viku og að reyna að temja mér að gera þetta alltaf Ég tek þetta í tímabilum, ég núna á 25. degi þar sem ég ger alltaf 10 atriði á mótnan 10 atriði á mótnan og 1 á kvöldin en mér finnst þetta svo með trúabröðin og trúna, mér finnst þetta svo fyrir mér það svolítið eins og við erum búin að vera að tala að leyfa öðru fólki að vera eins og það trúabröð eitthvað sem mér finnst að hver og einn verða að fá og trú ég verða að fá að hafa það fyrir mig eins og ég vil hafa það og ég ætla ekki að fara að segja þér hvernig það á að vera fyrir þér mér finnst þetta svo rosalega persónulegt á milli einstaklinga svo annað með trúarstofnanir þar getur maður að sé bara, þarna eru bara rosalega ljóti hluti búin að vera í gangi það allt annar hlutur sko en eins og þegar ég verið að ferðast í múslimalöndunum þá hugsa ég, það eitthvað fallegt við að fara 5 sinnum á dag og hugsa heimurinn ekki raskatið á mér ég að tengja mig við eitthvað stærri en ég síðan önnur pæling hvað trúarstofnunin að láta þið trú á hún að halda þér í ótta, hún að halda þér í ljótum hlutum það allt önnur pæling sko Ég bara þarna ennþá líka, ég bara ekki hlindur trúarstofnun og að temja mér það samt að vera kannski ekki að móti trúabrögðum annara, en svo lengi sem að það bara þú og þitt, finnst mér það í lagi. Mér finnst bara leið og að fara einhver pingi að ganga á milli í einhverju kirkju, þá finnst mér þetta búið að missa konseptið alveg gjörsamlega, sko. Þetta bara þín leit af þér og þínu, sko. Sammála, en síðan þessi þunna lína. Þetta bara, þetta orð, Guð, ekki, leið og nærð, að þetta ekki svona konsept, þetta ekki saman þjappa konsept, þetta bara allt og ekkert, skilur við. Leið og nærð að hugsa það þannig, sko. Mér finnst núna, það búið að skemmi þetta orður rosalega mikið. Mér finnst óþægilegt, ekki að tala um þetta við þig, mér finnst óþægilegt að tala um þetta út af við. Af hverju? Af því að fólk hefur svo sterkar skoðanir. Ég veit það. Af því að núna ég get lofa þér í að það er svo auðvelt og þess vegna finnst mér svo fallegt í Power of Now bókinni, þá segir hann hann segir ég ætla að kynna þig fyrir því hvernig ég kynntist Guði. Hann segir ekki ég ætla að kynna þig fyrir Guði, það er ekki hlutur sem hægt að gera, en ég ætla að fara sparlega með þetta orð af því að ég veit þú ert með óbeit á því og ég var með óbeit. Það er svo erfitt ég fyrir 3 árum hefði sagt djöfusis trúar nöttara fíbl, þú veist. Síðan það þetta, við erum öll á okkar vegferð og ég kannski þar að ég hef líka verið að ferðast aldrei í kaþólskum löndum og alveg sama hvað mér finnst trúarstofnun trúna það, þá finnst mér fólk í þessum löndum vera með meiri rætur oft heldur en Íslendingar og þá segja ok, alveg sama hvað mér finnst trúna eða trúarbrögðin eða trúarstofnunina, að þá þetta skil einhverju jákvæðu og þar verð ég að stíga inn í smá auðmýkt af því að hver ég til að vita hvernig þetta á að vera fyrir alla hina? Ég veit allavega, bara að tekur kaþólska trú sem dæmi, sko, þá hefur hún skilað af sér hræðilegum hlutum, sérstaklega og líka bara á okkar samtíma, sko. Og meira þess að smitast í kaþólsku kirkjuna á Íslandi, sko. Það er rétt síðan. Og það er svona hlutir sem þeir eru að þvinga, ég veit ekki, nú er ég að tala smá með raskatin, en að það til dæmis að banna mönnum að vera með konum og einhvern veginn svona afbrengla kynferðisvitund fólks í gegnum trúabrögð, held ég sé mjög hættulegu leikur að spila og hættulegur bara fyrir samfélag og börn. En þetta fyndi samt að því við erum alltaf við erum að tala og við erum alltaf með disclaimer, sko. Af því nú líður mér eins og, sko, ég hafi verið að gefa eitthvað svona stimpil á en það eina sem ég var að segja mér líður eins og einstaklingarnir í kaþólskum löndum séu oft með meiri rætur heldur þar sem að það ekki verið að stund eins og Íslandi, jú, við erum kristin en það enginn að fara í kirkju, það er rosalega fáir, skilur. Það er svona mikill minnihluti. En síðan segir þú þetta og þá ég bara, það er ekki hægt að neita því að það hafa hræðilegi hlutir átt sér stað í
kringum kaþólsku kirkjuna 100%. Já, og nú var ég kannski ósangjart líka, þú veist, ég vill að afsaka, þú veist, þannig var ég að gera sko hlut sem að ég þoli ekki sem ég gerði sko, og að því að ég tók í raun og veru til samengi sem þú varst að tala og breytti því í annars konar samengi, af því þú varst ekki að segja kirkjan er frábær, eða þú veist, eða ég samþykkur öllu því sem hér gerist. En við erum að fara út allt í, þetta geggjað samtal, við erum að fara allt og þannig erum við komin í annað sem svo áhugavert, sem af hverju erum við óttastleiknir að einhver sé að taka eitthvað úr samhengi sem við erum að segja hérna? Af því það er verið að gera það konstant. Ég veit það. Af því það, veistu hvað? Og mér finnst hættulegast í heimi, fólk er háð neikvæðum tilfinningum. Og það sem að gerist, og þetta er mín eigin greining, án þess að hafa skoðað það svona í grunninn. En sko, ég fæ endorfín skamt út úr því að fá like á Instagram. Ég posta mynd, ég sé það 100 manns sem að læka, ég fæ svona velíðuna tilfinningu. Sama gerist til dæmis á Twitter, fólk postar einhverju, það fær like, það fær einhvers konar viðurkenningu, bla. Það sem að gerist síðan á Twitter er fólk dettur inn í eitthvað svona mynstur af neikvæðum tilfinningum sem það byrjar að fá like á, og það fer að Drástaðan fyrir því ég er ekki á Twitter. Já, en þetta fólk fer sko að fer í keppni, hver getur sagt einhvern hlut sem að færa sem mest like, og því meira sjokkarandi sem það er, því meira færði eitthvað til þín. Því meira sem að, ég get alveg lofa þér í að það er fullt af fólki sem að dýrkar það sem hún segir og dáir, en það er fullt af fólki í þessum hópi sem var líka til að vera fyrst til að fella þig. Algjörlega. Og spurning, mér finnst þetta svo ljótt, við erum alltaf að við tökum sem dæmi núna bara nýskiðan hlut með Pétur Jóhann á internetinu. Ég ætla að fara bara stutt í mína skoðun af því máli. Mér fannst þetta óviðeigandi, og mér fannst þetta sérstaklega óviðeigandi á tímum þar sem við erum að fara í gegnum baráttu gegn fordómum. Sammála. Hins vegar finnst mér ógeðslegt að Pétur sé kallað rasisti. Aftur sammála. Af því að það sem að mér finnst, það sem er rangt í þessari umræðu, að það er ekki verið að taka og segja, heyrðu, það er ekki verið að benda á, heyrðu, þetta er ekki í lagi, við skulum ef að skoða þetta eins af hverju þetta er ekki í lagi, heldur er strax stimplað upp, bam, hann er fucking rasista, ógeð, hvítur, miðaldra, dagga, og þú veist, ég er ekki með ofnæmi fyrir orðasamenginu hvítur, miðaldra, karlmaður, af því að þó ég er ekki komið ánga að fer að líða því samt. Ég fer að dekja ofnæmi fyrir því, en það sem að mér finnst svo ljótt er að þarna vorum við ekki að auðvitað margir sem að taka þessa umræðu og gera hana jákvæða. Já. En síðan er líka, við vitum vel, og ég ætla ekki að segja bara við sem þekkjum hann, heldur bara út af við vitum alveg að Pétur Jóhann Sigfússon er ekki rasisti. Það er það sem mér svo skrítið einhvern veginn. En hann sýndi kannski af sér eitthvað, og það þarf að aðgreina hvað er rasísk hegðun, eða hvað eru fordómar. Mér finnst kannski fordómar vera réttara hugtak yfir það sem átti sér stað. Að þú ferð inn í eitthvað, þú bara, þetta er líka bara vittleysa. Hvað segir maður? Hann er vitlaus að fatta ekki að þetta var ekki í lagi og sérstaklega núna. Og mér finnst alltaf í lagi að við skoðum þetta í stærra samhengi og bætum okkur. Og ég var að tala um þetta síðast í gær, að það er stutt síðan ég hætti að nota orðið faggi. Það er stutt síðan ég tók það út úr mínum orðaforða og nú ætlum ég að leyfa mér að segja þetta orð að því ég er að tala um fortíðina, ég er ekki að nota það í neinu samhengi, og þarf að því ég get ekki sagt F-orðið, fólk veit ekki hvað það þýðir, og ég var með þessa afsökun, ég er ekki að segja þetta um samkynna, ég er bara að segja hans í algjör faggi. En í leiðinni var ég að særa fólk sem að lendi í því að vera uppnefnt, samkynnaðir einstaklingar sem voru uppnefndir þessu orði á mjög neikvæðan hátt. En er þetta ekki í grunninn, það sem þú ert að tala um, er þetta ekki í grunninn svolítið þetta? En ég er ekki homohatari. Einmitt. Er þetta ekki í grunninn svolítið það að við auðvitað gerum öll mistök? Og ég held að Pétur Jóhann sé þannig einstaklingur að hann er mjög fljótur átt að segja á því að ef hann raunverulega heyrir í fólki sem hann hefur sært, þá hugsar hann þetta er eitthvað sem hann langar ekki að gera aftur.
en einmitt, það einhvern veginn hvernig að farið, hvaða orður eru notuð hann, þetta svolítið stórt. Og síðan biður hann afsökunar og þá ákveðin hópur sem að stígur upp og segir hann baðst bara afsökunar út af því, eða hann baðst ekki afsökunar nógu fljótt. Að síðan finnst mér líka rangt hinn póllinn sem hvað þessa feminista tussur alltaf, veistu hvað ég tala Þetta sýnið hvort öðru fucking virði. Akkurat. Mér finnst þetta svona já, mér finnst þetta bara ekki leið, en kannski í þessu tilfelli þetta var bara mjög taktlust. Algjörlega. Og mér finnst allt í lagi að dæma það og mér finnst allt í lagi að skamma fólk, en ég ekki til í að henda svo stórum orðum að það aldrei að bóka eitthvað aftur eða cancelónum eða þessi bara rasista djöfull eða, veist, mér finnst við alltaf vera svo fljóti að ætla að leipela fólk út af mistökum, en ég gaf eit lag sem heitir Við elskum þessar mellur, þú veist, come on, og ég fæ ennþá að gigga. Það endurspeglar á engan hátt mína skoðun á þú veist, á þeim, hvað ég segja, bara skoðunum á bara hvað mér finnst að hafa gefið þetta út einhvern tímann. Skilur, ég þurfti að læra the fucking hard way, tvítur, að gefa út þetta lag og fatta hvað var í lagi og hvað ekki, sko. Og það aftur í grunninn, sko. Og síðan þetta líka alltaf spurning samhengið, sko, að því að nú þekki ég talsvert mikið af hörundstökku fólki og ég á mikið af vinum út allan heim og þar eru stundum samtöl það sem að þau að djöflast eitthvað í mér, hana fucking bleikingiðinn og eitthvað, skilur en þarna þetta gerist í því samhengi að það einmitt, svo við notum aftur þetta, það afmælisveisla hjá hvítum miðaldra kallmönnum, sá sem heldur afmælisveisluna búin að hann á ekki mikla inneign hjá þeim hópi sem að var að gagnrýna og við getum bara sagt að Pjúró, hann lendi búin að hvað ég segja, hann hefur verið með kvenfyrirlitningu og síðan náttúrulega stóra máli sem að náttúrulega kannski ekki hægt að dæma það sem að dómstól fjall einhver neginn í því máli og síðan hins vegar með Björn Braga sem að nýbúin að skýta á sig opinberlega, þannig að það kannski Pétur Jóhann dreginn líka inn í ákveðin mengi. Ég einmitt að meina það, sko, þetta í ákveðinu samhengi, sko. Já, en hvað, og síðan spurningin með eitt, sko, hvar, ef að dómstóll götunar dæmir svona mál, hvenær á fólk afturkvæmt? Hvenær á fólk Sko, það stóra, sko, þarna ég kannski ef fólk sér af sér. Ég þar að mér finnst við erum með lagakerfi og við erum með alþingismenn sem geta breytt lögum. Ef þú ert ekki að brjóta lög og þú ert ekki að gera eitthvað stórkostlegan skað, þá finnst mér rosalega alvarlegt við höfum ítrekkuð dæmi að fólk að missa bara lífsviðurværi sitt, það missi vinnuna út af því það lét óvart eitthvað út úr sér og það meiri sér að búið að biðjast afsökunar. Ég svolítið þar að mér finnst við verðum að við gerum öll mistök, sko. Já. Ok, með einstakling sem gerir ítrekkum mistök og sýnir kannski engan vilja til að breyta sér. Ok, en mér finnst við vera komin á stað þar sem að við erum stundum ef maður lítur á sjálfan sig ef ég ætla að fara að dæma einhvern annan Sölvi, þú gerir rosalega oft mistök. Ég ætla bara að taka eitt dæmi og skoðun sem ég hef á einu máli sem að sjáum bara til hvert þetta leiðis. Rapparinn GKR veit ekki hvort þú veitir hvað það er strákur sem allavega, það er strákur sem átti vinsælt lag 2016, hann átaður á Twitter fyrir ósæmilega hegðun gagnvart kvenfólki, bara hann hafi verið ljótorður hann hafa verið að reyna við yngri stelpur sko 16-17 ára stelpur og hafa verið bara, þú veist nasti astni, bara, þú veist, fáiði hann fær á sig þetta cancel, hann með áta á Twitter og eitthvað fólk sem stígur fram og segir hann sé fíbl og geð. Hann tekur sko út 4 ára dómstól götunar þar sem að hann honum raun og veru cancelað, hann dregur sig í hlé, hann opnar sig opinberlega þetta og hann yngri þegar þetta kemur og í dag á hann bara konu og og bara einhvern veginn, þú veist, að reyna, þú veist, vera betri maður.
það er ekki svo ég viti að nei, bara ég veit að ekki, það er ekki neitt ólöglegt sem liggur bak við þessar ásakanir hann brýtur ekki af sér kynferðislega heldur er þetta meira svona veit ekki hvað ég segja þetta er svona ég skil hvað það já, ég held að orðið sé bara að fólk hafi túlkað hann sem ógeðið að fá þetta meira síðan núna gefur hann út lag daginn með rapparanum Jóhanni Kristoffer, Joey Christ og þá poppar aftur upp ætli þið virkilega að hleypa þessu ógeði inn, bla 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 og þetta pirrar mig að því leiti, hvar er endapunkturinn? Á hann að hengja sig? Má hann vinna einhvers staðar aftur? Má hann fara að bera út post? Má hann gefa út tónlist? Maðurinn er obviously búin að taka út einhvers konar dóm og er búin að sýna af sér iðrun opna á það tala ítrekka það er einmitt aðalatrið ef einstaklingurinn sýnir ekki af sér neina iðrun og sýnir bara vill halda þessu áfram ég myndi kalla þetta 3 til 4 ára fangilsi þannig séð sko, eða þú veist fangilsi dómstólsgötunar sem er ekkert grín en eins og ég sagði við Gauk, ég talaði við hann þetta daginn ég sagði samt mér finnst ekki lægi hvernig þú hefða þér mér finnst ekki lægi og mér finnst þú alveg með að fá þína skammir fyrir það og og minnst að þú að biðja fólk afsökunar og ef að þú ert búin að vera nasti við fólk, skilur ekki gera það og þú þetta fólk þarf að bæta sig sko, og bæta fyrir brot sín en ég, já, eins og ég segi þú veist, þetta finnst mér vera svona dæmi, ég upplifi þetta tweet sem hann fekk á sig núna daginn vera svona neikvæðs athyglis hjörtu já, ég ætla að fá like og neikvæða athygli ég ætla að vera manneskjan sem fellir mannin aftur og ef við erum með mitt að skoða þetta ég fæ bara það er svona þetta er svona umræða sem að maður þorir alltaf snerta sko, því maður vill ekki vera dreigi þetta er svona eins og svona barfætt í teiknimynd það sem er svona ský sem snýst í hringi og ef þú rétt snerti skýðu þá ertu einhvern veginn komin inn í þetta svo vel þegar að Kevin Hart og Óskarsverðlaunin fylgdist með þeirra umræð og hann einmitt, þú veist, hann segir bara ég byrst afsökunar, svo byrst ég aftur afsökunar svo einhverjum punkti sé ég bara ef ég held þessu áfram þá er ég bara að festa mig í þessari hringu og þessari orku og ég er búin að byrjast afsökunar þetta gerðist fyrir rosalega mörgum og þá kemur einmitt þetta, hvenær má ég fá fært start og ég er náttúrulega sem fjölmiðlamaður einmitt hugsa þetta líka svolítið út frá fjölmiðlunum að þeir eru að gera rosalega mikið út á neikvæða tilfinningar þeir eru að gera rosalega mikið út á bara ef að ég færi sko ekki það er alveg verið að vitni í þennan þátt á fullu og þeir eru áhugaverðir viðmælendur og svona en ef ég sjálfur væri að setja eitthvað út á eftir og það er orðið svolítið síðan að verða vitni í eitthvað sem ég var að tjá mig ef ég myndi fara á eftir núna og drulli yfir einhvern það myndi allir gera frétt úr því sko sérstaklega því að ég á mikla innegna þar vegna þess að ég er ekkert búin að vera drulli yfir fólk sko. Fjölmiðlar myndi hafa mjög mikið áhuga á því sko og það er einhvern veginn þetta ég er hættur að treysta fjölmiðlum á þann hátt að ég fæ alltaf að lesa öll viðtöl sem ég fer í það er bara dýllinn ef þú tekur viðtöl mig þá les ég það áður en að fer í fjölmiðlum að því ég hef brent mig á þessu like-klikki sko. Og það er rosalega gjanta og maður fyrir kannski heilangt viðtal einhverja plötu eða eitthvað en fyrirsögnin er alltaf eins og við getum dregið upp bara umræði þegar sem þú spyrð mig út í Parkudín Forte áðan og þá verður fyrirsögnin notaði Parkudín Forte 3 vikur skilur og það er ekki samengi á fucking spjallinu ég skal gera mitt besta til þess að skrifa í kringum svona, ég ætla að skrifa í kringum svona áhugaverða bút og viðtalinu og koma með tillögur að fyrirsögnum það sem að því núna er ég bara án ég veit 100% hvað það meina og mér var kennt það þegar ég byrjaði í fjölmiðlum og ég lærði mest af Gissuri Sigurðssyni blessuð sé minning hans morgunfréttamaður á Bylgjunni besta útvarpsrödd Íslands á samt brota sinni og hann sagði alltaf mér bara þú veist fréttir gangi út og að segja satt fréttir gangi út og fyrirsögnin á að vera það sem fréttir er mér finnst ég svolítið vera komin út í það núna ef ég ætla að komast að eitthvað fréttir er þá þarf ég jafnvel að finna hana alveg neðst í fréttinni sko. og þetta gengur út að taka hlut úr samhengi þannig að og ég var myndið að ræða þetta hérna við Lóa Bergmann sko, þess að þróun, því við erum nú gamlir til þess að mun eftir í áður en að
kommentakerfin komu og þessi svona fyrirsagna að fólk orðið smeykar við að mæti viðtöl af ótta við að hlutir séu teknir úr samhengi og það svona ég sem fjölmiðlamaður og ég vona að þess vegna sé ég að fá fólk í viðtölunni ég hef haft milljón tækifæri til þess að taka hlut úr samhengi til þess að fá einhverjar svona sensationir mér finnst það bara svo illa gert gagnvart þeim sem að taka viðtölunni. En það sem líka svo frábært við podcast formatið að það mjög erfitt að taka þetta saman. Við erum að tala það lengi saman. Síðan annað, þú veist, síðan ekkert, ég lif og læri. Það sem ég segi kannski í þessum þætti, þarf ekki að endurspegla skoðun mín út lífið. Og og alveg eins og með allt annað, sko. Og það líka nefnilega annað, ef maður fer aðeins í að skoða sjálfan sig. Þegar þú segir Kastljós tjokkóðina svona, ég veit alveg hvenær, þú veist, eins og bara ég hef sagt þetta stundum við vinið mína, þegar ég að setja eitthvað út á Instagram eða Facebook, ég veit hvenær ég að koma bara frá ógeðslega innlægri og góðri orku, ég veit hvenær ég svona, mér vantar í smá athygli og þú veist, það kom bara tímabili sem ég var svolítið athyglisjúkur, þannig að þú veist en það alltaf læg, ég að segja það og þess vegna bara svona, já, kannski var ég bara svolítið Kastljós tjokk og ég var svona sæki smá, skilur það ekki bara fallegt, svo ég öðruvís eftir 5 ár, svo ég öðruvís en það eftir 5 ár og við bara höldum áfram og lifum og lærum en oft þegar maður að láta eitthvað fara rosalega í taugarnar á sér að einhver sé með stundum smá innistæða fyrir því, sko. Já. Skilurðu, og mér alveg gaman að viðurkenna athyglisýkinni sjálfum sér, sko. Og hlæja að sér þegar maður nú ég að setja þetta inn bara því að ég lítill í mér og mér langar rosalega að fá svona ytri viðurkenningu og þetta baða mig einhverju lækum, sko. Ég tók eftir þessu, ég var miklu gjarnar á allum eins og þegar ég var á lausu, sko. Að posta selfies og svona dóti, sko, til að fá og þetta var ekkit endilega eitthvað í einhverjum makaleit, sko, heldur bara til að fá viðurkenningu sem einstaklingur að því að núna fæ ég hana á heimilinu mínu frá börnum og konur, sko. Konstant og ég tek eftir sama formati hjá vinum mínum sem eru á lausu, það kannski sunnudagur fólk þunn og þá allt í einu kemur einn góð selfie, sko, af því þetta svona dálítið herri bara, muni eftir að ég til líka, sko. En þetta allt já, að vera hræddur fjölmiðla finnst mér líka eðlilegt, sko, í dag náttúrulega formatið líka búið að breytast á þann hátt að til þess að fá vinnu á fréttastofu þarftu lítið sem engan bakgrunn, þú þarft að kunna á internetið og ég myndi segja, þú veist, auðvitað eins og tökum svona fréttablaði sem dæmi, það fullt af flottum blaðamönnum að vinna þar, en það líka lið að vinna þar sem að fekk bara sumarvinnu og á bara búið til fréttir til þess að selja auglýsingar og mér finnst þetta að búa til fréttir út frá Instagram postum og Twitter verður svo hættulegt ef það ekki flokkað rétt, þú veist, og þegar fólk segir, þetta frétt? Nei, þetta ekki frétt, þetta bara entertainment, en það þarf þá líka að vera flokkað í réttan flokk, þetta má ekki vera undir fréttir og já, þetta er bara hættulegu leikur sem er að spila. En þetta ekki að ég mist þróunin svo áhugaverð að síðan, sko, því meira sem að því ég vil alltaf gefa fólki kredit og mér finnst, sko, unga kynslóðin vera að verða svo rosalega öflug í að ná sér í upplýsingar og þá við erum komið með þessi podcastform, við erum komið með alls konar aðra hluti sem þýðir það að því meira sem hefðbundi fjölmiðlar farið þessa átt, því meira fer fólk svolítið að sækja upplýsingar annað. Mér finnst áhugavert þegar ég var að skoða forkosningademókrata núna, eina viðtali sem ég nefndi að hlusta á við Bernie Sanders, það var ekki á CNN eða Fox eða NBC eða BBC, það var hjá Joe Rogan. Það fæ ég alltaf að mynda gæjan, hann í 2 tíma, hann hjá Spyrli sem ég tristi og ég held að þetta sé svolítið nýja formið, sko. Ég alveg sammála því og já, nýja kynslóðin líka, eins mikið og maður getur fussa og sveigja út í einhverjar gallabuxur eða einhver tónlist sem maður fílar ekki, þá held ég að nýja kynslóðin læri alltaf á gömlu kynslóðinni, sko. Og ég held að sé alltaf jákvæð þróun en vissulega eru hliðarspor líka inn á milli sem eru neikvæð, sem að sú kynslóð mun þurfa að skoða og gera uppi sig þegar að því kemur. Akkurat. Og ég held að smánun á internetinu, canceling kultúr og að taka fólk að lífi í flýti sé neikvæður hlutur sem ég get bent á. Og
síðan bara svona hluti sem að ég veit ekki okkur ég fór eitthvað að tala neikvæða galla kynslóða en þetta þurfa alltaf að læra. Ég finn fyrir ég tala alltaf að ég sé með athyglisbrest að því ég er greindur með athyglisbrest en það eru allir með athyglisbrest. Já, Óli Steff var hérna hjá mér og hann stoppaði með þegar ég notaði þetta orð og þetta athyglisnilli. Já. En símarnir, þetta rétt þær. Ég samt verð að vera ósammála þessu sem hann segir, athyglisnilli. Hún getur, eins og ég hef nýtt mér það í hag að vera með athyglisbrest og ég get gert marga hluti á sama tíma en ég hef líka oft þurft að vera með aðstofafólk eða aðra aðila með mér liði til þess að framkvæma þá hluti sem ég reyna að skapa. Pabbi minn með doktorsgráði í sálfræði og sérhæfir sér athyglisbrest og hann er bara svolítið, þú skilur ekki fólk sem í alvörinu með athyglisbrest þegar það eldist, hvað þetta að hafa mikil áhrif á tilfinningalíf, hvað þetta að hafa mikil neikvæð áhrif á fólk og þessi einmitt hent svona upp, ég held til dæmis að þú og Óli Steff séu að tala sig hvort hlutin þegar þú ert að tala þetta með síman, ég er svo sammála því við erum meira og minna öll með áunin athyglisbrest út af síman það bara þannig og það ég er síminn að meðaltali svona 150 sem það og þú ert í meðaltali, ég held ég að skrifa þetta í bókinni minni að samkvæmt meðaltalstölum þá meðal manneskja á ákveðnu aldurspili held ég frá 18 til 50 eða 18 til 40, hún að kíkja á síman með cirka 150 til 200 sem á dag bara tökum eitthvað jákvætt og setjum það í staðinn Nei, ég prófaði að vera án snjallsíma í 5 mánuði þú sagði mig frá því en ég held að það sé líka þá skildi ég í fyrsta skipti hvað þetta er mikil ég hef ekki verið í eiturlyfjum fyrstu dagana þá sé ok, svona eru hefi fráhvörf þú hefur verið í eiturlyfjum, þú hefur drukkið áfengi ok reyndar, við erum búin að komast að þeirri skilgjörnum en vímugjafi er fallera eiturlyf, hljómar eins og eitthvað ólulegt rétt, og þá ætla ég að segja líka að það sem það er orðin 12 ár síðan ég drakk mig full drykkja mín núna er 1 til 2 vínglas þannig að það er mjög langt síðan að ég notaði þetta efni til að, en klárlega, þetta er rétt hjá þér, ég hef notað og ég hef líka gert það gerði náttúrulega þátt þarna sem ég tók róefnál og alls konar. Ég ætlaði að nefna það, ég svona, veist hvað árið það? Það er 2000 og, það sé ekki 2011 eða 12. Já, ég man svo skýrt eftir nákvæmlega þessum þætti, af því mér fannst þetta merkileg, ég svona leit upp til fréttaflutningsins, mér fannst þetta merkilegt þegar þú gerði þetta, að fara þessa leiðina að þessu auðvitað náttúrulega síðan eins og þú hefur talað þetta er ekki alveg kannski nákvæmlega sama mynd og kona upplifir sem að er byrlað af því þú veist af þessu og ferð inn í þetta á öðrum forsendum en mér fannst merkilegt að fara inn í þetta og sýna áhrifin út frá því að nota efni sjálfur og mér finnst að þetta mætti vera gert oftar bara í alls konar hlutum að það er oft verið að fjalla um einhverja hluti en fólk hefur ekki prófað á. Fólk hefur ekki reynslu af því að gera eitthvað en er samt til í að fjalla þá eins og það viti allt það. Sko fréttamaður sem hann myndi skrifa föstu, hann skrifar ekki sömu frétt eftir hann hefur prófað að fasta eða áður en hann prófað að fasta. Sko. Þú verður, og ég er svolítið komið þangað að minnst einhvern veginn reynsla gefið mig færi á að tjá mig hlutina af einhverju viti og það er svona finnst mér þegar að kemur að kynjaumræðinni þá reyni ég sem mest að stíga tilbaka og segja ég hef ekki reynslu af því að vera kvenmaður ég hlusta og ég reyna að skilja ég er ekki kvenmaður og ég hef aldrei verið kvenmaður þannig það verður alltaf erfitt fyrir mig að skilja það og reynsla, það kemur ekkert í staðinn fyrir reynslu sko. Nei, það er rétt þetta er já, auðvitað verður maður að taka skref aftur og bak og ég var svona síðast bara fussa í gær yfir en það er reyndar svona líka svona canceling, kultúr, stemming það var stelpa sem íslensk sem að postaði mynda sem með fasta fléttur og var dálítið tekin fyrir sko, af því að þetta er svona cultural appropriation sem er að stela menningublökkum hansins sko og ég á mjög erfitt með að skilja þennan hluta kannski þarf ég að fræðast meira að ég fór og las mér aðeins til þetta en samt svona það kemur þessi spurning samt er ég ennþá, ok, ég er búin að lesa mig til þetta en ég er samt ekki alveg ennþá seldur á það að því mér finnst þetta að vera svo eðlilegur hlutur, hárstíl þetta er bara að segja svo að ég hefði sem unglingur þegar að
allir uppáhalds tónlistamennir mínir voru hörnstokkir, uppáhalds íþróttamaður Michael Jordan, sem svo ég hefði snúðað á mér hárið og rakað líka til þess að vera alveg sköllóttur til þess að vera eins og Jordan, ég sé ekki alveg. Nei, en þetta sko það eru alls konar lýsingar gegn þessu sem við erum báðir að segja sko, að og sérstaklega, ég held að þú getur ekki talað kannski að vera sköllóttur af því það er stíl sem að allir hafa verið með, en ég spyr mig ef ég er að stela menningu með því að fá mig fastafléttur, hversu mikið er ég að stela menningu með að vera rappari, af því að sko hip-hop gæti ekki verið svartara sport og líka verið og kemur pjúra, þetta er pjúra og þú sér það líka bara ráðandi stemming hjá blökkumannum sko í segir maður blökkumannum hjá fólki sem er dögt á hörund skilur hverju voru uppáhalds rappararnir þín? Vá, það er svo margir í gegnum tíðina sko. En fyrsta sem ég svona vissi að var Jurassic 5 hljómsveit og Eminem. Og Eminem, já. Óheppilega hvítur fyrir þessu umræðu. Eminem, þú ert að byrja sko, ég ætla að kíkja í síma minn. 99. Ég er með einn list á Spotify-inu mínu sem heitir Sölvi Old School. Því ég er náttúrulega svolítið eldri en þú sko. Já. En þannig er ég með KRS-One, NWA, Tupac, það er eitthvað. Wu-Tang, Ice Cube, þetta er svona það sem ég var að Mobb Deep. Já, þetta er gott. Dr. Dre, Nas var geggjaður. Já. Geggjaður. Og svo er svona ennþá eldra Erik B. og Rakim og Sko, þetta er náttúrulega allt nöfn sem ég þekki. Já. Og að því að Ég beið að hlusta á Robbie Kronig hverja viku. Það er að fara aftur í tíma nefnilega á internetinu, sko. En talandum þess að eitulífi umræðu, að hefur séð þessar heimildamindir sem er að tengja saman rappið og crack cocaine-ið og allt þetta? Ekki síðan, nei, en ég veit hvað um það. Ja, bara frábært hvernig þetta sýnir einmitt, bara hvaðan þeir eru að koma, þeir eru svo reiðir, sko, þeir hafa margir sjálfur verið, eitulífja salar og það var hort á fólk verið degur og síðan horfa þeir á þeirra löggjöfunni sett þar sem að það er í man ekki 10 sinnum harðari refsingar við crack cocaine heldur en venjulegu kókaini. Sem er fárlegt, veistu okkur, þetta er svona pjúra rasismi. Já. Þetta er pjúra og veistu hvað er líka svo ótrúlega astnalegt að með þarna 3 strike rule sem að ég veit ekki hvort hún sé ennþá eða hvort hún hafi verið í Bandaríkjunum. Það er svo margir blökkumenn sem sita í fangelsum nákvæmlega núna fyrir cannabis, neyslu eða sölu og núna getur þú labba út í búð og keypt og ekki eins og í apótekum, fer bara að fá svona þú veist, whatever, skilur, það er svo endalaust af tegundum, sko, og dóti og þetta er svo opið umræðan, þú veist, það er allir að reykja CBD sem ég mælu með að fólk tjekkja á, bara yfir höfuð, það er ekki vímuefni, heldur Nei, mamma mín er með Parkinson og ég er nýbúin að Já, en ef við klárum bara, þú veist, varandi þetta dæmi, þetta er svo mikið hypocrite fucking hvítra manna problem að vera búin að fangelsa endalaust af svertingum fyrir að nota eitthvað fíknefni en síðan leiðu og sérði eitthvað svona leiðu þetta verður að gróðrast í kapitalismans þá er þetta í lagi en það er ekkert verið að frelsa fólkið það situr ennþá í fangelsi for life þetta er bara hræðilegt og síðan líka þetta dæmi með krakk og kókain sko. Það er allt, þetta er bara svona hann er háður kókaini en síðan er svarti djöfullin ef hann nota krakk og þetta er fáránlegt, þetta er ógíslegt þetta er stéttaskipting þetta er ekki eins og stéttaskipting þetta er bara, við erum að flokka fólk eftir kynþáttum og setja mismunandi harða refsingu á fólk eftir húðlit. Ég var í Kaliforníu í 3 mánuði 2000 fyrir 3 árum og þá var ég að byrja að skrifa bókina mína og þá kynntist ég mjög mikið að hörumstakku fólki og mér fannst ég þá fyrst svona skiljið aðeins, þú veist, þeir fóru að sína mig bara veruleika þeirra. Já. Þú veist, bara hvernig bara frá því við erum 30 ára gömul að þá bara er okkur kennt bara að þú lendir einhvern veginn í löggunni, bara segðu yes sir, og reynda að koma spurt á þess að vera skada þig, skilur, og þetta er bara hræðilegt. Þetta er svona dót sem við munum aldrei skilja, nema í gegnum einhvern annan. Og ég man mér þess að, stór rappari sem ég líti upp til, Schoolboy Q, kemur til Íslands og hann spilar, bara fucking hvíti krakkar, skilur, á tónleikunum. Og hann var eftir tónleikana, við stoppum í 10 mínútur, fengum að spjalla við hann, bara eitthvað svona fans, og hann var þá var hann leiður og þá var hann að tala sko, þú veist, það er bara, ég spila bara fyrir hvíta krakka, alltaf.
og líka bara í Bandaríkjunum bara, þú veist, hvítu krakkarnir eiga miklu meira efna að koma á tónleika á mér heldur en hinir og þú sér, þetta er svona hann er samt fyrirmynd fyrir lið sem að, þú veist, hann bara ná að stíga upp úr einhvers konar hyldýpi, sko og maður má ekki blekkja sjálfa sig með að horfa á toppana hver eru frægir og ríkir og gleyma þannig vandamálinu sem er svo klárlega til staðar og það er þú veist, þegar fólk segir að sé lítið rasisma hérna það er kjaftaði við verðum bara ekki var við hann af því þú ert ekki alltaf með einhverjum svörstum viniðinum það auðvitað er lítið rasisma ef þið eru alltaf bara hvít saman í hóp þá hvað ætlar að vera með rasism út í þið eru öll frá Íslandi, skilur við en síðan tekum maður eftir þessu eins og hérna, Gabby vinkona mín sem er frá LA já, með henni hérna og ég hef oftar en tvisvar lent í því að veist, bara eitt dæmi við vorum í Laugardalslauginni og sittum í heitapottinum og það er svona veist, bara 50 kona örglega cirka sem er svona herðu, við tölum íslensku í þessum potti og hún gæti alveg sagt bara herðu ég vil ekki hafa svartingi að því að hún hefði aldrei sagt þetta ef hún hefði verið hvít og þess vegna þetta er líka áhugaverð þetta er aftur svona áhugaverð umræða að hérna, þú ert að fara að koma bæði vegi aftur í hennar þátt sko. Ekki? Jú, við erum búin að spjalla heillengi ég er ekki eins og byrjaðar að tala um það sem ég vildi tala um við sko. Svo ætlaði líka hérna, það er hliðarskrefin hérna, ég ætla að koma aðeins betur en það eftir hérna, þú ætlar að koma hérna með Aron Einari ég er búin að tala af Aron Einari þeir eru svo góði vinir þá ætlum við að horfa aðeins á YouTube og eitthvað fíblast en ég sem fjölmiðlamaður minnst þetta svona vera einhvern veginn það eru margir sem segja að því ég hef alltaf verið á þeirri skoðun ég er alveg tilbúin til þess að fólk véfengjana að maður eigi að vera rosalega skeptískur á að ritskoða þannig að því til dæmis eins og við gætum verið að labba hérna í gegn og vera bara já, nei, það er engin rasism á Íslandi en það eru bara til dæmis eins og útvarpi sögu og svona, þú veist, þar heyrir bara okkurna hluti og mér finnst alltaf betra að hafa þetta out in the open svo í sletti af því þá vitum við af því og þá er ekki hérna, hægt að selja sér það er bara engin rasism á Íslandi Ég er 100% sammálaður og ég held líka að til þess að skoða stóra samhengið þá sé ég rangt að púlla eins og ég sá marga vini mína núna taka í kringum hérna, Black Lives Matter dæmið, ef það er einhver rasisti að followa mig hendi mér út af vinalistanum ég held að þetta sé ekki rétt take að því hvernig ætlað þú að fræða mannesku hvernig ætlað þú að fræða mannesku það sem þú trúir á í alvöruna séu bara hérna, mannréttindi ef hún er farin í burtu þannig að þú ítir líka þessum jaðarhópum eða þú veist bara ég myndi kalla þetta minnihlutahópur er ekki rétt þessu, það veist hvað ég meina fólk sem er með þessa skoðun það er alltaf einn og einn sem að annarkvort fekk rangt uppeldi eða las vitlaust og ég ætla að fá að segja las vitlaust af því að mér finnst mannréttindi aldrei vera spurning Nei, það er önnur umræða heldur en einhver svona Þetta er ekki bara hvort við eigum að vera í jóka, skilur Nei, þetta er eins og ég bara allir fá að anda að sér sama lofti og vera með sömu réttindi Já, þetta er bara eins og animist var hérna daginn ég var að ræða svolítið við hennar Michael Jordan og þetta einhvern veginn íþróttamenn sem hafa skoðanir á stjórnmálum eða ekki og hún einmitt sagði, þú veist, ég bara hef tekið það ákvörðun ég er íþróttamaður, þannig að ég er ekkert mikið að hafa skoðanir á stjórnmálum, trú, alls konar en þegar kemur að þessu þá er þetta ekki lengur skoðun Þetta er ekki skoðun, þetta er bara Þetta er bara auðvitað eigum við öll að fá sömu tækifæri og bara það er ákveðin viðbjóður sem þrífst og það er ekkert hérna bara fyrirgjöðu, þetta er ekki eins og skoðun sko. En síðan líka nöðsilegt að hoppa ekki í vörn og átt okkur á því að það eru fordómar inn í okkur, inn í öllum. Það er svo leis. Sama hvað heitir, sama hvað gerir, það er alltaf einhver partur að þér sem að er ekki jafn upplýstur og hann ætti að vera og mér finnst líka alltaf að taka 2 skref aftur og bak og skoða sjálfa mig í stóra samhenginu af hverju ekki þetta af hverju má ég ekki segja enn orðið að því að það eru margir sem skilja það ekki og ég er örugglega af því núna er ég búin að taka sem dæmi þetta með föstu flétturnar að mér finnst það fáránlegt kannski breytist svo skoðun þegar einhver útskýri fyrir mér það ofbeldi sem einhver upplifiði en síðan finnst mér samt líka alveg nauðsynlegt að ekki afsaka hluti sem að þér finnst ekki þurfa að afsaka sem dæmi ég er alltaf að taka þetta dæmi, mér finnst þetta svo gott dæmi
Sigurjón Kjartansson að biðjast afsökunar á að fictional karakter notaði orðið korter í Downs eða mongoliti í ófærð og það steig einhver fram og segi mér ofboðið að það hafi verið notað og Sigurjón Kjartansson fyrir síðan segir afsakaði að þetta hafi verið notað finnst mér mjög skrítið minnst skrítið að þú þurfur að fara að biðjast afsökunar á karakter sem skrifaður sem illmenni í sjónvarpi og hann notar orð þú veist að því við verðum, jafn mikið og við verðum einmitt að hlusta og ég segi eins og þú, ég er alltaf tilbúin að skipta skoðun og ef það er útskýrt fyrir mér verðum við samt líka að fara að taka umræðum hver er endapunkturinn ef við höldum áfram í svona innan gæsalappa þessari ritskoðun Já. Hann er ekki góður sko Nei. Hann er bara alls ekki góður þú veist þegar kemur með borgarleikus um daginn að bara episk mynda Bubba með sígaret og búið að taka sígaretuna þetta er bara það að vera að falsa sagnfræði sko Ég held að þetta hafi verið snilldar marketing move mögulega mögulega en við erum samt alveg komið ég hef sjálfur prófað að ég er nýbyrjaður að læra að sponsa posta á Facebook og eitthvað svona ég hef verið stoppaður af í auglýsingakerfinu í Facebook af því að ég skrifaði breathe motherfucker að því að ég var með eitthvað Wim Hof mynd bara violating language skilur en violating, þetta er slókana þetta er á bólum við vorum að skjóta byssu við fórum heimsóttum Prins Pólo og Havari upp í sveit og skjóta rifli á ströndinni postuðu mynda okkur á Facebook tekin út af því að þetta er líka svo, þar er þetta svo brengla í Bandaríkjunum er náttúrulega fólk svo brengla og byssulöggjöf svo brengluð að þetta var það að fara út og skjóta byssu á ströndinni er alltaf annað þar þú fær ekkert niður í Santa Monica með haglabyssu skilur nei. Það er bara, ertu fljótt tekið niður bara algjörlega en það sem ég segir einhvern veginn ég sakna þess á Íslandi að við tökum þá líka umræðinu ef við ætlum að fara í að banna þetta, banna hitt hver er endapunkturinn og hann er fyrir mér einhvers konar smá óþægilega nálægur 1984 George Orwell einhvern veginn þar sem við eigum öll að vera að labba út í daginn okkar og við þurfum að passa okkur rosalega mikið og segja ekki neitt sem geti stuðið einhvern ég get ekki gert ráð fyrir því að labba út í daginn minn og þetta segi ég í því samhengi að sjálfsögð ákveðinu hlutir eins og rasismi og ákveðin orð sem bara við eigum ekki að nota ég get ekki labba út í daginn minn og ætlast til þess að muni aldrei neitt stuða mig Nei. Og eins og með málverkin inn í Seðlabanka þar sem átt að fara að taka málverkin niður af því að það voru allsbera konur eigum þá að taka niður alla styttur þar sem er allsberi kallar hvar endar þetta? Ég er sammálaður með þetta er rosalega skrítin þróun sko, sem að við verðum allavega ef við ætlum að fara þá þurfum við allavega að skoða hvað þetta endar sko. Breytum við líka ekki sko, við getum breytt núinu Akkúrat en við breytum ekki fortíðin og þá er ég ekki að tala í samhengi að það eigi ennþá að vera glóriaðar styttur af fanga af þrælahöldurum og ég er alveg sammálaði að við tókum gamla einskips hakakrossin af byggingunni við bæja því að við viljum bara ekki hafa hakakross á byggingunni Nei, sammála en ég er sammálaðir við verðum líka eins og þessi íkoniska mynda af Bubba Mortens með sígaretuna segjum að þetta hafi ekki verið þetta brilliant marketing move sem ég held að þetta hafi verið samsæriskenningar varði það fólk reykti maður ertu að djóka, fólk reykir og það er enginn að fara að reykja sígó því Bubbi Mortens sem er sígaretu á þessar plakati þetta er bara, það er verið að endurskrifa söguna mér finnst þetta kjánlegt mér finnst þetta ekki í lagi mér finnst þá að ég líka bara fara og breyta gömlum Bubba Mortens lögum bara Rómíó og Júlía gengur ekki upp ef að má ekki tala hluti sko. Akkúrat og ég veit það ekki maður en hvernig, sko það er að vera heitt hjá okkur maður finnur það ekki? Hérna inni? Já, við erum búin að vera líka að gasa Ég er að tala um þetta við strákana en þú veist, ég er ekki einu svona byrjaður að tala um það svo margt sem ég langar að tala um við sko. Þú ert að fara að koma aftur, það er svo leys Við tökum bara, það er bara round 2 Það er round 2, en mér langar svolítið að tala við þetta með svona stereotypur einmitt að því ég sagði með Aron Einar, hann ætlar að koma hérna Mér finnst bæði íþróttamenn og ákveðin tegunda tónlistamennu lenda stundum í því að fólk jafnvel stereotypar að þú sért nú ekkert allt og vel gefin Ég er búin að umgangur svo mikið af fólki þar sem ég sé bara eins og þú veist, þegar ég var með animist hérna daginn hjá mér og hún var að tala um að hana langaði að vera læknir ég bara, ef þú hefur ætlað að vera læknir þá hefur þú bara orðið læknir og miklu meira en það skilur Já, þetta langar samtalið því hérna núna og þú ert mjög vel gefin maður skilur lendir ekki stundum í því eitthvað en að, þú veist, það er eitthvað fatastíll eða eitthvað og þá er svolítið búið að setja það inn í eitthvað box
Sko ég náttúrulega lendi, jú, í útlitsboxum, sko. Ég, lít út eins og handrukkari, sko. Af því að ég að þú veist, oft, ég hef lent í því að fólk, ég hef lent í því að sitja á kaffihúsi og það var kona sem vildi ekki sitja hliðan á, hún sagði að ég sitja ekki hliðan á glæpamönnum, af því ég allur flúraður. Og og sérstaklega eftir ég misti hárið, sko, þá og ég er með svona vígalegt ör á haustnum og svona flotta hluti, sko. Fólk er gert á útlitsdæma það. Sundi, gamalt fólk gert á að benda mér á að ég sem er tattoo, sko. Ég klæði mig oft, ég fer ekki í joggingala á fund með markastjóra. Nei. Af þeirri einföldu ástæði að ég held að hann dæmi mig öðruvísi, en þá fer ég bara í svarta gallabuxur og ból og reyna að vera njútralt, sko. En svo töluðum hann, vera notendavænn, en ég held að sé líka allt í lagi upp á einhverju marki, en mér finnst við ættum samt að passa okkur að vera ekki dæma fólk of mikið fyrirfram og að vera ekki að ákveða hvernig fólki er fyrir að það bara opnar munnin, en því miður og jákvætt og neikvætt þá erum við með augu sem skynfæri og það er bara staðreind og munur alltaf vera þannig að við notum augun fyrst af því að ég sé þú fjarska ég finn ekki lyktina fyrst, ég finn ekki snertingu við þig fyrst og ég heyri þig ekki tala fyrir að þú talar, en ég sé þig alltaf, þannig að fyrsta sem ég geri er að ég mynda mér einhvers konar skoðanir og einhvers konar fólk, veist, við aðhyllumst einhvers konar tísku eins og ég fer að vera í víðum fötum af því að ég sá að rapparar og skeitarar voru að gera það og en ég upplifi ekki að fólk downgreiti mig og haldi að ég sé vitleysingur út af því að ég klæði mig einhvern veginn eða út af því að ég er rappari, en það er kannski að því það er kannski það langt síðan ég byrja að opna með kjaftinn opinberlega en ég ég meina fullt af textum sem ég skrifa er ekkit þetta er enga Laxness-bækur, skilurðu, stundum skrifa ég eitthvað djúpt, stundum skrifa ég bara eitthvað og mér finnst það líka svo nauðsynlegt varðandi tjáningaformi að vera ég þarf að setjast ekki alltaf niður og reyna að breyta heiminum í hver einustu skrift, maður þarf bara að reyna að njóta sín, finnst mér gaman að gera þetta fyrst og fremst þurfa hlutin að vera skemmtilega það er bara algjört lykilatriði og ég veit ekki, síðan er þetta alltaf huglægt það eru örugglega einhverju sem finnst ég vera vitleysingur að því ég hef einhverjar skoðanir og öðru sem finnst ég vera algjör snillingur sko. Og þetta, já en ég veit hvað meinar og þetta er alveg, þú ert gjarn örugglega að hugsa að Aron Einar hafi bara sparkað í bolta já, maður, hann er bara ég hef heyrt fólk segja þetta, djúið fara mikið pening hann er náttúrulega bara búin að sparka í bolta nei, Aron er búin að mæta á 1000 fundi með markastjórum, sponsum taka alls konar réttar og rangar ákvarðanir í business þú veist, þú þarft að vera með heila bak við alla svona stóra karaktera flesta já, ég er samt sammála, sko, það sem ég er einhvers konar heili, sko þetta er aftur eitthvað sem er svona einhvern veginn sem þróast því ég kem úr þessu svona, ég er háskólamenntaður og svona fór svolítið hefðbundan leið fyrst áður en að ég fór að vera alveg kolskrítin og ruglaður að þá hef ég svo mikið einhvern veginn bara út frá minni reynslu þegar ég fyrir að búa til hluti sjálfur, þá er ég svo mikið farin að gefa mér þegar ég hitt einhvern veginn svo þig ég gef mér að þú hefur lagt rosalega mikla vinn í það sem þú ert að gera það er enga tilvílanir í þessu sko. eins og þú sagðir áðan með að þú varst búin að vera lengi í senunni þegar eitthvað fyrir að gerast og líka að fólk sem nær árangri er á einhvern nátt mjög oft bara vel gefið sko. fyrir utan og nú er ég kannski going out on a limb það er einn geiri þar sem að þetta gildi kannski ekki og það er fjármálageirin vegna þess að ef þú ert með lægri grindavísitölu þá ertu líklegri til að vera mjög áhættusækin Já og líka þú veist og þú þarft líka að vera með ákveðna siðblindu til þess að gera ákveðna hluti að þú veist ég held að það aftrar oft fólki sem að í business að vilja alltaf koma vel fram með náunga það getur haft neikvæð áhrif á fjárhæðin sko. Þannig að já, ég er alveg sammála því og mikið business fólk, auðvitað líka fullt af successful fólki sem er bara nasty, skilur og gáfur
þetta eitt sem ég þurfti að koma á staði gegnum tíðina og með því að horfa á vini mína sem ég til vera klárar en ég vera þunglindir og líða illa að lesa ótrúlega mikið af bókum og vera rosalega klár ekki saman sem merki á að vera hamingjusamur. Alls ekki. Bara, það helst ekki í hendur. Nei, alls ekki. Þú þarft, auðvitað getur að hjálpa þér úr vissum aðstæðum að vitneskja náttúrulega hjálpa þér og til dæmis segjum að þú þurfur að fara að skoða bara eitthvað dæmi sem við vorum að tala um á hann, svefn eða eitthvað, að þú þurfur þá að skoða í stærra samhenginu og lesa þér til það, en það þýðir ekki samt að sofa rétt. Nei, því svo geta verið algjörlega önnur karaktereinkenni sem ég get verið mjög vel gefin og ég get skilið allt svefn en síðan vantar mig kannski bara elementin í að framkoma af því að ég er með fíknitilhneigingar í mér eða eitthvað slíkt, skilur. Þannig að þetta svona, þetta fer auðvitað bara í allar áttir og fólk er alls konar en það er vanalega bakvið og þú sérð kannski einhvern sem að blóar upp í Bandaríkjunum, einhvern nýjan rappara, það vanalega mjög langur ferill að bakinu. En síðan auðvitað til eitt dæmi þar sem einhver skýst hratt upp á stjörnuhiminu og mörg íslensk dæmi það líka sko. En síðan bara spurningin þeir sem lifa af eru þeir sem fylgja því almennilega eftir. Ég man eftir, ég er svo gamall sko, ég man eftir, ég er alltaf að auglýsa hvað ég er gamall man eftir, þegar ég var að hlusta á rappi sko, Jay-Z alltaf og Puff, þeir voru alltaf svona featuring, svona einhverju auka gæjar og mér fannst þeir ekkert góður í að rappa sko. Svo eru þeir bara orðnir aðal mógularnir sko. Já, við erum svona businesslega séð, þú veist, en þessi Puff, P. Diddy, skilur, hann er ekkert verið framalega í rappi. Nei, einmitt. Áberandi neitt, en Jay-Z hefur náð einhvern veginn að gera það samhliða því að vera billjónamæringur, sko. Já, vera mógull. Alveg svakalegur, síðan þetta líka bara spurningum að einhvern veginn, sko, það veri ekki alltaf að sækja í saman hlutin. Ég kom inn í þetta með eitthvað vision, að gera eitthvað. Það þýðir ekki að mér langi að gera það að eilífu og maður þá bara leyfa sér að þróast og leyfa sér að breytast og eins og við segjum, þú veist, leyfa sér að segja bless við gömul sambönd við fólk og ekki endilega vera alltaf að reyna að sinna þessum hópi til að þóknast öllum. Heldur bara, mér finnst alltaf svo gaman að tala um sko Bubba Mortens í þessu samhengi. Mér finnst það engin maður sem hefur sótt í jafn marga stíla og verið jafn óhræddur og dælt út jafn miklu efni og samt einhvern veginn verið cool í leiðinni sko. Þú veist, og það er kannski erfitt fyrir mig að sjá, þú veist, ég er búin að vera að biðja pappa til þess að útskýra fyrir mér bara hvernig var stemmingin og lyktin og bara, þú veist, þegar þú fórst og sást utangarsmenni fyrst sitt, skilur. Hvernig var það, skilur? Af því ég get ekki séð það í gegnum, þú veist, maður þarf að ímynda sig bara, þú veist, reykingafíluna og leðrið og lélega hljóðkerfið og þú veist, hann tala um Bubba, sko. Pabbi talaði, þegar hann sá Bubba, annað skipti sem hann spilar, annað gigi sem hann spilar og hann sagði að það mætti bara fullmótaður listamaður á sviðið. Þú veist, þannig að hann var gaur sem að steig inn og hann var bara stjarna, áður en hann var stjarna með geggja, sko. Snill. Ég þurfti að, hérna er svona dæmi ég þurfti að mótast upp í það að verða eitthvað. Já, einmitt. Þannig að það var ekkert mysterious varðandi þegar ég meikaði það. Nei, þetta er reyndar mjög áhugaverð pæling þegar þú segir að hvernig fólk kemur upp, sko, á ólíkan hátt. Það var engin sjokkfaktor, sko. Hann getur oft verið mjög spennandi, sko. Já. Sjokkfaktor, sjá eitthvað í fyrsta skipti, wow, hver er þetta? Akkur er svona, akkur er með svona hár, vákan er flottum fötum, skilur, tullilu. Þetta er mismunandi, sko. Mismunandi hvernig fólk, Þetta er að vera fer inn í þetta. Þetta er að vera gasklefi hérna hjá okkur, sko. Og er ekki mál að pissa líka? Ég er alveg mjög á mig. Ég líka. En mér langar að spyrja eina bara í blá lógin því ég er búin að spyrja alla að þessu hingað til, sko, þetta er svolítið stór spurning, ef þú væri með auglýsingaskilti í 1 sólarhring sem að allur heimurinn mætti sjá, hvaða skilaboð myndur þú vilja hafa á auglýsingaskiltinu? Er það að fólk myndi sjá það eða myndi heimurinn breytast ef það myndi sjá það? Það fyrir kannski eftir skilaboðunum. Við segjum bara að fólk myndi þurfa að gefa sér 10 mínútur í að meðtaka skilaboðun og velta þeim aðeins fyrir þér. Bara verið góðu hvort annað, maður. Ég held að það sé svona, það væri rosalega skemmtilegt að henda upp bara hlusti á mig á Spotify, skilur við. En ég held að svona, þú veist,
skoða, eða bara eitthvað svona, bara skoða hlutinu sem láta þið líða vel og eitthvað svona, ég er í þessari leit, hún er svo, ég myndi segja að hún var ekki eins og komin í 30% sko, og þetta er eitthvað neginn bara mallar sko og og einn daginn vonandi finnum maður einhvers konar solution, nei, eða ekki Svo þegar maður heldur að því að maður finnur solutionið Já, það er í vandræðum. Svo þegar maður heldur að maður sé komin upp í 80% þá áttar maður sem maður er í 23%. sem er beautiful að því þetta er einmitt sko mér fannst geðveitt Helgi Björnsson fekk fálkaorðuna og borgarlistamann ársins og hann sagði og hann var spurður, ertu komin á toppinn og hann segi nei ég er ennþá að leitast eftir að þróa mig og sanna mig mér finnst þetta beautiful að segja af því að þetta er svo mikið merki það að þú getur alltaf þróa og getur alltaf gert betur Þetta er svo Rax ljósmyndari í viðtalinu hjá Snorra Björns og þar spurði Snorri og það sést svo mikið utan á hann man ekki alveg nákvæmlega hvað hann er gamall en hann er alveg orðin komin á aldur og það sést á honum hvað hann hefur mikla ástríðu og Snorri spyr sko hvað er það sem að lætur þið tikka, bara allir sem ferðalög til Grænlands, bara, ég reyna að leita því að taka góða mynd. Já, þetta er, þegar ég gátt lagið mitt Strákarnir sem var hittari, þá hélt ég aldrei stærri, síðan gaf ég út annan hittara sem var stærri, og síðan annan, og síðan annan, og ekki það sé tilgangur lífsins, en en maður er alltaf að koma sjálfur sér óvart, sko, og við tölum bara það næst ég er líka tónlistarmaður og ég veit það við glemdum alveg að fara inn á það en við vorum ekki tónlistarmaður hvaðan er þú ættaður? Heldur gott sko Heyrðu, takk æðislega fyrir komuna ég verði líka að koma með eitt shoutout í lokin á einu uppáhaldsmanneskjana mín, það er Eldur frændi sonur hennar systur minni sem er 12 ára hann sagði sko þegar hann frétt að þú verður að koma þá er þetta podcast loksins byrjaði hjá Sölva frænda sko. Já, geðvitt, ég myndi segja að hafi byrjað með bangi á Kára Stefánsinni sko. Já, en hans, þú veist, fyrir honum þú bara aðalmaðurinn sko. Já, ég bara er ánægður. Hann er með góðan smekk, strákurinn sko, mjög góðan. Það er greinlegt, nei, bara æðislega að fá þig. Takk fyrir það. Og þú kemur fljótt aftur. Já, þangað til næst. Þangað til næst.